Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, fyrrverandi sjómannsfrú. Velkomin í sjókastið. Já, takk fyrir að bjóða mér. Það er ánægilegt að fá þig til mín hingað. Ég er búin að bíða lengi eftir að fá þig hingað, sérstaklega eftir að nafn þitt bara á góma í, held ég bara hreinlega fyrsta þætti sjókastsins. Þá fengum við engan annan heldur en Kristján Loftsson til að koma og bara svona segja allt sín hugðarefni og tók sér drjúga stund í að tala sinn ástkæra flokk, Sjálfstæðisflokkinn og hinn nýja formann þetta er svolítið gamall þáttur og sem sagt þig og uppnefndið krata og hingað ertu komið til þess að verja þig. Já, það er nú gaman að Kristjáni Loftsinni og hann er nú oft yfirlýsingaglaður og gleður okkur þjóð sína með því og það er nú ekkert eins fjarri mér í mínum beinum en að vera krati en ég man samt eftir því, Ariel, að fyrir einhverjum árum þá var ég spurð hvernig sjálfstæðismaður ertu og þá að því að ég vil eiga velferðarkerfi og ég er stolt af velferðarkerfinu hér á Íslandi, hvort sem að það er heilbrigðismál eða menntamál eða það hvernig við grípum fólk þegar það lendir í vandræðum og ég er stolt af því og þannig að ég svaraði viðkomandi og sagði svona ætli ég sé ekki svona félagshyggju íhald og þá sagði við, ertu þá krati? Og ég sagði, nei, ég er ekki krati. En Kristján nefndi mig krata þannig snemmi vor og ég ætla nú bara að senda það lóðbeint tilbaka. Ef einhver er krati, þá er það bara Kristján Loftsson sjálfur. Því að við höfum alveg tekist á í gegnum árin og mér er sérstaklega minnistætt vegna þess að það var nú fjölmiðlamatur. Þá var ég stjórnarformal lífeyrissjóðs Vestlunumanna sem er næststærsti lífeyrissjóður landsins og sá stærsti á almennum markaði og þá voru við búin að kaupa hlut í HB Granda og voru stolt af því að vera eigendur og koma að rekstri sjávarútvegsfyrirtækis hér á landi og gerðum kröfu að fá stjórnarmann í fyrirtæki og það fannst Kristjáni arfaslög hugmynd og við tókumst á þetta og var blaðamál meira að segja. Þannig að mér þótti það vera mjög svona einhvern veginn kommunísk og sósíalísk hugmynd af hans hálfu á þeim tíma að fjármagnið mætti ekki fylgja peningunum sínum eða fjármagnseigundur. Og þarna greindum við á því að hann sagðist bara eiga þetta fyrirtæki og jú, vissulega var hann búin að skráða en hann var einu maðurinn sem kynna að reka það og þá ætti nú eitthvað lífeyrissjóðslið ekki var að skipta sér því og vera fyrir en það var alveg grundvallar hugsun sem ég held að sé alls ekki krataleg hugsun að fjármagnseigendur myndu fylgja eftir sínum fjárfestingum og sínu fé að sjá til þess að það yrði ávaxta vel og veita aðhaldinni reksturinn og það greindum við þannig að miðað við það mál er Kristján meiri krati ég. Það er gaman að þessu ég hlakka til að fá Kristján einhvern tíma til að svara fyrir þetta. Þú verður að bjóða okkur saman. Já, ég verður að fá okkur einhvern tíma 2 saman, það var skemmtilegt. Ég hélt uppi vörnum fyrir þig með nákvæmlega sömu orðræðu og þú varst að ljúka við að ég sagði, nei, látt ekki svona, er ekki Guðrún einmitt svona Óla Thors kind of svona old school félagshyggju sjálfstæðiskona. Ég er það nefnilega. Þannig að ég fæ prigg fyrir það en mér langar áður við förum svona dýpra í stórumálum, mér langar aðeins að spyrja þig, þú ert hvað maður að segja, landsþekktur hvergerðingur eða þannig, maður tengi suma tónlistamenn og svona við Muggisson og Ísafjörður og eitthvað svona og þú ert rosa mikið hveragerði, ertu fædd þar og bara uppalinn og hefur aldrei farið þaðan eða hvað, segðu mér aðeins. Já, ég er mikill hvergerðingur en ég segi nú oft að það fæðist enginn í hveragerðinu með fyrir slysni og nánast alla konur hafa alltaf farið út úr hveragerði til að fæða sín börn og það gerir móðir mín líka á Selfossi á Selfossi. Ég fæddist á sjúkrahúsi Suðurlands 9. febrúar 1970 og það var nú þá þannig, ég fæddist á bolludaginn
og ég hef oft sagt að ég eigi 2 afmælisdaga, að ég eigi afmæli 9. febrúar og svo eigi ég alltaf afmæli á bolludaginn en ég fættist líka á afmælistegi bróður míns, hann er 4 árum eldri en ég og það var nú þannig að það hefur eiginlega verið vesen á mér frá upphafi því að móðir mín, hún þurfti að liggja alla meðgönguna sem hún gekk með mig og mátti ekki fara fram úr og ég fættist sem sagt 5 vikur fyrir tíman og það var nú svona svolítil stress á sjúkrahúsi Suðurlands yfir því að þeir gætu nú kannski ekki tekið á móti fyrirbura en ég var tæpa 12 merkur þannig að ég var strax stór og það gekk allt saman vel en mamma þurfti að hafa mikið fyrir mér og eins og ég segi að bróðir minn hann hafði farið nokkru vikum áður til af og ömmu sem þjá byggu á Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði og hann fór þangað í pössun til þess að létta á mömmu og hann bara 4 ára og hún alltaf rúmliggjandi svo var þetta svo vondu vetur og það var ekki hægt að sækja Valdimar bróður fyrir mörgum vikum eftir ég fættist hann var veðutöftur í Hafnarfirði og núna þegar maður hugsa tilbaka finnst manni Ísland hefur breyst svo mikið samgöngur hafa breyst svo mikið og allt í kringum okkar daglega líf að nú væri það óhugsandi að eitthvað væri veðutöftur í Hafnarfirði í marga vikur og kemst ekki heim en þannig var nú staðan þá og ég sem sagt elst upp í Hveragerði var þar alla mín á grunnskólagöngu 16 ára flytti til Reykjavíkur og fyrir Verslunarskólann og bjóð þá eini íbúð hér í Reykjavík og það var mér alveg erfitt ég saknaði heimahagana og fjölskyldunar og annað en síðan færði ég mig yfir í Fjölbrautaskóla Suðurlands Hvar byrjaður þess að í menntaskóla? Í Versló já. Og klára frá Selfossi og það kannski var vegna þess að ég var ung þegar ég eignaðist kærasta ég var 9 ára 17 ára hann var í Fjölbrautaskóla Suðurlands og við byrjum að búa þegar ég var 18 ára á Selfossi þannig ég var alltaf að taka rútuna fyrir allar aldir á mótnana til þess að fara í skóla til Reykjavíkur og einhverjum tímapunkti eftir mjög langt kennaraverkvall að þá hugsaði ég nú heyrðu skólinn hérna við hliðina og ég færði mig þá yfir og lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla Suðurlands og ég hef svona komið á fari ég hef nú eiginlega svona meiri part ævinar lifað í Hveragerði en ég hef líka búið á Selfossi eins og ég sagði, ég hef búið í Reykjavík ég hef búið erlendis ég hef alltaf römmis og taug og ég hef alltaf komið heim en ég hef oft spurt sjálfa mig að því okkur ég sæki svona mikið heim og það er ekki bara Hveragerði og það umhverfi sem að bærin er í sem er stórkostlegt og það er óskaplega gott samfélag líka í Hveragerði þá er það auðvitað líka mín fjölskylda býr hún öll í Hveragerði hún býr öll í Hveragerði og við erum mjög samheldin við búum hlið við hlið svona nánast lungin af fjölskyldinni og hvergeringa að gera grína þessu að við förum ekki heimann og heldur kaupum húsin í kringum mömmu og bæði eru það mikið lífsgæði það hafa verið mikið lífsgæði á 3 börn að ala þau upp í þessu samfélagi og nálægt ömmu og fransískinum barnabörn mömmu eru eins og einn sískinahópur og þau eru náinn sem er líka skemmtilegt og fallegt en svo þarf ég líka á svona náttúruna að halda og mér finnst algjör forréttindi að búa í samfélagi þar sem að ég get gengið í 2 mínútur frá mínu húsi og er þá komin út í ósnorta náttúru En þegar þetta alast upp eru þið svona hvað mætti maður segja, eru þið burgeisarnir í Hveragerði? Nei, alls ekki. Það er alltaf að tala sko, í ísdrottninguna og fjölskylduveldi kjöris og svona en þetta sprettur nú væntanlega ekki upp úr engu. Hvernig var það þegar þú varst að alast upp var fjölskyldan orðin stór og mektug eða var fyrirtækið í uppbyggingu, kjöris? Já, nei, fyrirtækið var í mikilli uppbyggingu þannig að það voru alveg basl fyrstu árin sko, má eiginlega segja fyrstu kannski 20 árin í reksturunum voru alveg þung þannig að nei alls ekki, á þeim tíma sem ég er alveg upp að það voru greifarnir í Hveragerði voru garðyrkjubændur sem áttu auðvitað garðyrkjustöðvar og framleiddu rósir og gúrkur og tómata og gulrætur og orkidegur og annað og það var svona aðal fólki í Hveragerði það var Bragi Eden sem rak þá stærsta hann var í rauninni greifinn að Hveragerði
hann rakst þá eitt stærsta ferðaþjónustu fyrirtæki Íslands og má eiginlega segja að Bragi hefði verið mikill frumkvöðl í ferðaþjónustu, byggir upp Eden, kannski fyrst með svona fyrir Íslendinga með þá í huga en setna þróan af það og allir útlendingar sem komið til Íslands fóru í Eden í Hveragerði og svo Pól Mikkelsen sem að var með Mikkelsen og hérna það var líka svona Skarkripa? Nei, það var svona svipað kannski konsept eins og Eden bara í minna í sniðum og hann var að selja blóm og þar var nú apinennar Eljar, hann var hjá Mikkelsen og þetta var þegar ég er krakki þá þetta svona sunnudags rúndur höfuðborgarsvæðisins það var að keyra austur fyrir fjall, koma í Hveragerði fara í Mikkelsen og í Eden og fá sér eina smurbrauðsneið eða ís og fylla bílinn á gúrkum og tómutum og blómum og fara síðan heim Já, ég man eftir þessu mínum bardómi sko. þá erum við að keyra austur til þess að því mitt fara og kaupa beint frá bónda eða þannig og ekki einhverja afgreiðslu heldur einhvern veginn bara svona dröslast með einhverja körfuða fötu inn í hérna gróðrarstöðina og bara plokka sjálfur af og ég man eftir svo þetta var töluvert ódýrara líka að gera þetta heldur en að kaupa þetta út í kjörbúð og svo að fara í tífóli það kemur síðan seinna tímabili sko og hérna tífóli síðan reist alltaf þessi ekki svona eitthvað 84 eða eitthvað slíkt og það var ótrúlega spennandi en þá ég nú orðin úlingur og ég hef líka mjög gaman að rifja þau upp því að það voru sjónvarslausir 50 dagar og svo var ekkert sjónvarp í júli og þá þurfti nú að vera með einhver afþreyingu fyrir fólki í landinu og þá Bragi Eden var alltaf með málverkasýningar alltaf uppi og þarna fengu listamenn að koma og sína verkin sín ókeypis, borguðu ekkert fyrir aðstöðuna en eina gjaldið var að Bragi fekk að velja sér eina mynd og hann fekk að velja fyrstur þannig í gegnum áratugina byggði Bragi upp gríðarlega stórt og flott málverkasafn og Hveragerði hefur líka haft að orða á sér að vera svona einhver svona vin fyrir listamenn í gegnum tíðina og eru svona pínu hippabragur á Hveragerði já, það er alveg rétt og til dæmis, og ég nefna aftur Eden að það voru margir rithöfundar eins og Indriði Þorsteinsson og Gunnar Dahl og fleiri og allt þetta fólk það byrjaði alla daga á morgunbollanum með Braga í Eden þannig að þar voru svona vitringarspjalla og lagt á ráðin nei, það á þessum tíma að þá var kjöris bara pínlítið fyrirtæki og var, ég held að Hveragerðingar hafi nú sko hjartslátturinn var með garðkjunni frekar en því að búa til ís Heyrðu, hérna förum aðeins út í það ég kallaði sjómannsfrú áðan og það var eitthvað með Þýskaland og segðu mér aðeins frá því hvernig það æxlaðist það kærastinn sem þú kynntist í Fjölbrautaskólanum Já, þegar ég er 17 ára þá verð ég yfir mig ástfangin að ungu manni sem þá var 19 ára og hann var nýfluttur til Hveragerðis en var uppalinn á Akranesi, var skagamaður og við ruglum saman reitum og vorum mjög ung þegar við fórum að búa og þegar ég kynnist honum að þá er hann sjómaður var sumar sjómaður fór á sjó í sumarleifinu sínu þegar hann var í menntaskóla og var á Höfrungi upp á Akranesi og þannig að ég kynnist því strax einhvern veginn að einhverju sjómarslífi sem að fyrir Hvergering, þú sérð ekki til sjávar frá Hveragerði, nei. það er engin höfn hjá okkur ekki marga grasekkjur þar nei og hann alveg upp á Akranesi og ég þóttist nú vera alveg svona nokkuð svona sjófær að ég hefði nú siglt með Herjólfi og ég hefði siglt með Akraborginni og ég hefði siglt með Norrænu til Færeyja og svona eitthvað Var þú sjóveik? Mér langar ef þú hefði spurt mig þá hefði ég sagt nei en ég hef orðið alvarlega sjóveik og þannig að hann var alltaf á sjó á sumrin og síðan eftir menntaskóla hann heiti Davíð Jóhann Davíðsson og var síðan barsfaðir minn og við vorum saman í tæp 30 ár en erum fráskilin í dag Hvað er mörg börn saman? Við höfum 3 börn og það eru sérst all þín börn eða ekki með Davíð Jú.
og við sérstætt erum miklu vinir í dag og hann hefur alla sína ævi verið tengdur sjávarútvegi og starfaði í sjávarútvegi. Þannig að ég fekk þarna mjög ung, svona nasa þef í svona öðruvísi tilveru og öðruvísi takt í lífinu heldur en gengur og gerist í Hveragerði. Og það þótti mér fróðlegt og ég man að pabbi gerði mikið grín að þessu að ég væri orðin svona grasekja sko þegar hann var á sjó og allt í einu ef maður fór hingað til Reykjavíkur þá þurfti hann alltaf að taka bryggjur rúnt öllum sjávarplássum, hvaða bátar og skipur í landi og þetta hafði til þess mín fjölskylda aldrei gerst, við fórum ekkert svona bryggjur rúnta og síðan þróast það þannig að eftir menntaskóla þá fer hann í það sem við kalla útvegsfræði í Tækniskóla Íslands og síðan var því nafni á því námi breytt í iðnrekstrarfræði af útvegsviði og hann fer síðan að starfa við sjávarútveg með öðrum hætti en fór alltaf svona af og til í okkar hjónabandi þá tók hann oft túra á sjó. Já, alveg svona 30 daga fristitóra túra eða? Nei, fór aldrei á fristitóra, var alltaf á einhverjum minnibátum því að hann á þetta marga vini sem eru skipstjórar eða sjómenn og hann fekk stundum að fljóta með og svona við þetta tengingunni við En svona getur líka sjómennskan fært inn á nýja brautir, hann fer þarna í útvegsfræði eins og ég segi í Tækniskólanum og í framhaldinu að þá þarna 2 árum eða svo eftir útskrift þá fær hann tilboð vinnu í Þýskalandi og fiskmarkanum í Bremerhaven og við ákomum bara að slá til og hann þar að vinna hjá Samúeli Hreinsinni og Hafdísi sem ráku þá fiskmarkaðin þar og það var mjög lærdómsríkt og þar við byggum í Bremerhaven eða rétt fyrir utan Bremerhaven í 2 ár og þá fekk Davíð tilboðum vinnu í Hamborg hjá íslensku sjávarafurðum og þar voru við síðan í 3 ár. Þannig að hann var þá búinn að vera að draga fisk úr sjó og þarna var hann síðan að selja hann á fiskmarkaði, tók við honum beint af skipunum og síðan fer hann til Hamborgar og þá að selja á eftirmarkaði, má segja, aðalega ferskan fisk en líka frosinn. Það eru mörg störfi nefnilega sem blessaði fiskurinn skapar. Sko. En segðu mér hérna meðan hann var í þessum vendingum með fiskinn, hvað varst þú að gera í Þýskalandi? Þá var ég svona típiskt Deutsches Hausfrau. Svona típisk húsmóðir. Þarna eru þau byrjuð að eignast börn við eigum 2 lítil börn þegar við flytjum út þau voru 2 og 4 ára og strákur og stelpa og á þeim tíma og ég held að hafi nú ekkert breyst neitt stórkostlega að það var ég hugsaði þegar þetta kom upp að hvort við ættum að þykja þetta starfi í Þýskalandi að þá hugsaði ég þjóðarinn eru svona menningarlega og samfélagslega bara mjög líkir okkur og þetta verður örugglega bara mjög fínt. Kultúrsjokk. En það var fyrir unga konu ákveðið kultúrsjokk því að þeir voru á eftir okkur hvað svona jafnréttismál varðar og á þessum tíma og ég held að hafi ekkert breyst neitt stórkostlega að þá voru nánast allar konur eftir að áttu börn eða voru með börnin lítil að þá voru þær heima. Og í Þýskalandi það var ekki heilstafsskóli þú gast fengið leikskólapláss en bara 4 klukkutíma á dag og bara fyrir hádegi og þannig að ég var heima að hugsa heimil og börn. Ég skil. Sko, og fyrst ég ennú með þig hérna, þá held ég að sé mjög viðeigandi að ég nýti með tækifæri af því að þetta er í deiglunni núna og frumvarp sem liggur fyrir til laga að með afnám samsköttunar hjóna. Nú ætla ég smá backstory sko. Ég þekki þetta vel frá hinni hliðin. Ég var á sjó, kona mín var í landi og ég var á fristitóra 30 daga úti, 30 daga heima eða svona hér bil og sko, ef þú myndir spyrja konuna mína, nú ætla ég ekki að endilega svara fyrir hana en hún myndi ábyggilega lýsa þessu svo að þetta hafi verið algjör forréttindi að hún gat verið sem sagt í námi að mennta sig. Ég sá fyrir heimilinu fjárhagslega og gerði hvað ég gat því komið í land til að taka þátt í heimilistörfum þó að
ég reyndar í hvert einu skipti sem ég kom í land væri alltaf að ruggla rútínu, nú pabbi komin í land, gerum eitthvað skemmtilegt, nei herru það ákveðið prógram í gangi hérna, en við nutum góðs af samsköttun hjóna alveg svakalega, þetta munar þetta og ef þú setur þessi jafnréttismál til hliðar og allt að þetta líka sko, þetta getur rosalega fegur í þessu og mikil forréttind og eiginlega bara heyra jafnrétti ef eitthvað sko fyrir frúna að sem sagt ókosturinn sá að hún misti mig út á sjó en kosturinn sá að sko fjárhagslega gat ég þá stutt við það að hún geti verið í fullu námi og við hérna vorum að koma upp krökkunum svona af yngstu árunum reyndar með þá fullt leikskólakerfi meðfram því og allt það. En þetta væri svolítið högg fyrir okkur núna, ég veit ekki, ég hef nú ekki tekið saman sko krónutölu hvað þetta munar en ég held að sé ekki vera að hugsa út í þetta í fjármálaráðuneytinu út í svona tilfelli. Hvað segir Nei, við höfum gagnrýnt þetta mjög núna sjálfstæðismenn á þingi og okkur finnst þetta skjóta skökku við að koma frá þessari jafnaðar vinstri stjórn sem nú að stýra landinu og ég tek undir með þér að eins og fyrir marga fjölskyldur í dag að þetta hleypur á 100.000 getur verið á 100.000 á ári sem að ríkið þá að taka til sín frá fjölskyldufólki og til dæmis eins og í mínu tilfelli eins og ég nefndi áðan að ég var til dæmis að vinna þegar að maðurinn minn var í námi og við tókum það ákvörðun að reyna að forðast það að taka námslán þannig ég var þá gjaldkeri í Búnaðarbankanum og hann var í tækniskólanum að læra útvegsfræði og það hefði hjálpað okkur ef að við hefðum getað verið með svona skattalegt hagræði þannig að þetta á ekki bara við skiluru þegar að karlar eru útivinnandi, þetta á í báðar áttir. Ég vil bara ítreka það að því það er talað að þeir sem hafi ávinninga þessu að það séu freka karlar og það er bara ránt. Við sjálfstæðismenn segjum að við eigum að gera allt sem við getum til þess að styðja við fjölskyldurnar í landinu og samsköttun hjóna, hún nýtist best þegar það er svolítið svona þensla í fjölskyldulífinu, þegar að fólk að eiga börn, að koma undir sér fótunum, í námi, í fæðingarorlofi, að kaupa sér hús og það það er með marga bolt á lofti og ég veit að þú átt mörg börn, að þetta er flókið, það getur verið flókið verkefni að láta þetta allt ganga upp, ekki bara svona verklega og tímalega séð heldur líka fjárhagslega og ég hef af því áhyggjur í dag að við erum fæðingatíðni kvenna hér á Íslandi hefur lækkað mjög hratt það er bara hnignandi þjóðfélag með að við fæðingatíðina sem er í dag og þess vegna eigum við að gera hvað við getum til að styðja við fjölskyldurnar í landinu og að afnema samsköttu hjóna er ekki til þess fallin. Nei, þetta er einhver hugsanavilla sko, þetta jafnrétti sjónamið sem að kemur þannig inn vegna við búum núna í jafnrétti samfélagi þar sem að þetta getur verið í báðar áttir við eigum að leyfa fjölskyldum bara að ákveða hvernig þau vilja haga sínu lífi og þannig að komi þeim sem best Já, það er allavega þannig hérna á mínu heimilu og þeim heimilu sem ég þekki til, það er ekki til neitt sem heitir sko fjárhagur eiginmannsins og fjárhagur eiginkonar, þetta er bara eining, fjölskyldu einingin sem að vera að hugsa Sko í gamla daga grínast með að stundum með það að konurnar væru viðhengi hægra megin og skattaskýrslu, af því það var alltaf dálkur svona hægra megin, fyrst nafn eiginmanns var vinstra megin og svo eiginkona hægra megin, þetta er löngu búið Þetta er löngu búið En við höfum að styðja við fjölskyldunar í landinu Það er gott að heyra hérna þú ert þannig ung með þessi börn úti ef ég man rétt þá ertu líka þú ert mjög ung þegar faðin fjall frá eða ekki og tókst við fjölskyldufyrirtækinu hvað varstu gömul? Ég var 9 árin 23 ára Akkurat Ertu þá úti í Þýskalandi þegar? Nei, ég var það ekki ég var þá heima og ég var búin að vera að vinna í eins og ég sagði í Búnaðarbankanum sem gjaldkeri og þetta síðsumars 2022 að þá kemur pabbi að máli við mig og bauð mig vinnu bauð mig vinnu frá 1. september, þetta var í ágúst og ég var búin að skrá mig í háskólann ég ætlaði að vera félagsráðgjafi
og hann var þá, pabbi hafði verið að vasast í pólitík í sveitarstjórnarmálum alla sína ævi og hann hafði tekið sér svolítið langt hlé til þess að sinna rekstri fyrirtækisins betur og þarna var svona pólitíkinni hver að gera aftur farin að kitla hann og hann var svona farin að huga því að hann langaði kannski að stiga inn í hana aftur og vildi þess vegna svona aðeins létt á sér í rekstri Kjörís og hann býði mig vinnu, býði mér að verða sín hægri hönd og að ég muni sjá fjármál, innkaup, öll markas og sölumál og fleira og ég man að ég horfði á hann og ég sagði pabbi, þú veist, okkur þetta bjóða mér þetta núna, ég að fara í skóla. Já, þannig þetta ekki komið með enna formlega menntun í þessu en bara, með enga formlega menntun, bara stúdentspróf hjá þér og reynslu. Já, og pabbi segir, við ræddum það eitthvað svona og svo segir hann svona undir lok okkar samtals veistu það Guðrún, ég að bjóða þetta núna Háskóli Íslands mun ekki fara neitt. Akkurat. Hann verður þarna vestur í Vatnsmýri ókomna tíð en ég mun ekki bjóða þér þess að vinna og nú skuldu fara heim og sofa á sig, pabbi sagði svo oft að maður ætti að sofa hlutunum, nú skuldu bara fara heim og sofa og svo við tölum saman á morgun og þarna bjó ég í Reykjavík á þessum tíma og ég tek rútuna í bæinn og svafa á sig og það sátt í mér þessi orðans að ég geti alltaf farið í háskóla og ég kem austur daginn eftir og segja honum að ég ætla að taka þetta starf og hann var búið glaður og rauk út í geymslu og burðast tilbaka með skrifborð sem hann setti í gengt sínu þannig að við sátum svona eins og við erum að gera núna alla veturinn og fyrsta daginn hendir hann tékkeftunni við borðið og segja, já, nú getur þú séð þetta og svona unni við saman alla veturinn. Hann var bara svona skipulega bara mentorið í að taka við ég veit það, neða, hann var allavega skipulega að leta á sjálfu sér og svo bara deyr hann verður brákattur sviplega og 18. apríl 93 og þá stóði við fjölskyldan einhvern veginn frammi fyrir því að það var enginn sem hafði sett sig inn í svona hans verkefni nema ég og þá lá það bara beinast við sem sagt pabbi bara kvaddi starfsfólki heilbrigður maður á föstudegi og á mánudegi stóðu við fjölskyldan og hittum starfsmannahópun okkar og tilkynntum að höfu fyrirtækisins væri fallið frá og ég 23 ára væri tekið við þannig að þú sér að það gerist mjög hratt mikil eldskýrt væntanlega já, þannig eldri systir mín hún með lítið barn og bróði minn í háskóla og yngri systir mín, hún var í menntaskóla hún var bara 17 ára og þannig að við þurftum líka að taka ákvörðum með hratt yfir þessa helgi og þessa næstu daga að það þannig bara eins dauð annars brauð og við fengum mjög fljótt tilboð í fyrirtæki frá aðlum sem að vissu þetta að fjölskyldan væri í uppnámi og í þeirri miklu sorg sem mamma var í að þá tekur hún strax ákvörðun það að við ætlum að eiga þetta fyrirtæki við ætlum að reka það saman og við munum reka það í minningu pappikar og leið og þið fara að rífast þá selja það. Já, og þið hafðu greinilega ekki rífist. Nei, það er gott að við höfum passað okkur á því að annars erum við atvinnulaus. Já. Og við erum ekkert vissum að eitthvað myndir á okkur í vinnu. Þannig að við höfum passað mjög vel upp á það. Já. En þarna kannski þennan vetur og síðan í því sem á eftir kom að ég hef oft sagt að þarna fór ég nú kannski í eitthvað skona háskólanám sem hvergi kennt. Akkurat, þetta er mest skóli sem að þú hefur væntanlega stigið inn í. Já, og ég var alveg að ljúga því þetta var gríðarlega þroskandi en mjög krefjandi. Það er krefjandi að verða yfirmaður karla sem myndi daginn sem ég fæddist. Já. En aftur frábær starfsmannahópur sem að skynjaði alveg þá stöðu sem ég var í og því að ég líti baka að þá get ég alveg kalla fram minningar dagar sem voru erfiðir og allt það en heilt yfir þá finnst mér starfsfólki okkar hafa borið mig á höndum sér sko. Já, þú hefur væntanlega líka sko verið sjálf á gólfinu í framleiðslunni og þar að segja að þú mætir ekki þannig bara með silkimjúkar hendur og hafandi aldrei einhvern veginn
snert á öllu í... Nei, náttúrulega búin að alast upp með fyrirtækinu, búin að fara í gegnum alla ferla og allt slíkt sko. Það hefur hjálpaði líka svona með innsýnina í fyrirtæki og virðingur svo hefur þá geta einhvern veginn áunnið þér. Já, og hérna, en síðan gerist það eins og ég lýst á hann í framhaldinu að ég búin að eiga börn og bróði minn, hann komin inn í reksturinn og maðurinn minn fær tilboð til að fara til Þýskalands og það var alveg snúin ákvörðin að taka að flytja til útlanda og fara frá fyrirtækinu en ég tel að ég hafi haft mjög gott af því. Það þroskaði mig alveg gríðarlega mikið líka. En komum einmitt inn á það og ég veit að þú sindir gengdir starfi markastjóra lengi vel líka hjá Kjörís og þú ert búin að vera formaður samtaka atvinnulífsins. Nei, iðnaðarins, varaformaður samtaka atvinnulífsins. Akkurat, varst formaður í lífeyrissjóði Verslunarmanna og margt fleira. Svo kemur eiginlega bara svona eins og skrattur og söðulegnum inn í pólitíkina en sko það trúveruleikin það er atvinnureynslan sem að svona allan að heillaði mig þegar þú kemur inn á sjónarsviði hjá Sjálfstæðisflokknum það hefur alveg einkennt pólitík síðustu ár að það eru ansi margir sem að fara svona bara beinubrautina, fóru bara í MR og svo fóru þið í lögfræðina og svo eru þau bara allt í einu farin að vinna í einhverju störfi fyrir flokkin sinn og svo eru þau bara komin á þing og svo eru orðnir ráðherrar. Það er svona eins og þá fólk að setja sig í þá stöðu sem að þú hefði geta verið í Kjörís á sínu tíma þú tekur við fyrirtækinu, hefur aldrei verið á gólfinu, skilur hvað ég á við. Það er trúveruleikin sem að fylgir því að hafa verið í atvinnulífinu. Ertu sammála mér í þessu? Finnst þér skorta upp á tengingu annara þingmanna við atvinnulífið? Já, þess vegna fór ég í pólitík. Já, var það helsti hvatinn? Já, það var eiginlega bara eini hvatinn. Já, og þú sást þessa vöntun sem að ég er að tala um. Já, ég var auðvitað búin að vera í hagsmunagæslu fyrir iðnað á Íslandi og fyrir atvinnulífið á Íslandi. Og maður var alveg búin að skynja það í samtölu sínum oft því að í þeirri hagsmunagæslu ertu miklu samskiptum við kjörna fulltrúa hvort sem að það er á þingið að sveitarstjórnarstiginu og maður var oft búin að upplifa svona ég veit ekki hvort ég á að segja svona kannski ákveðna vanþekkingu og svona skort á ákveðni þekkingu og skilning út í atvinnulífið og það var líka hlut af því að þegar ég er formaður samtaka iðnaðarins þá er eiginlega á sama tíma að verða svona kynslóðskipti í verkalýðshreyfingunni. Það er að koma nýju leiðtogar inn í verkalýðshreyfinguna og miklu herskári en áður og með allt aðra nálgun og orðræðu heldur en áður allt í einu sko, ég er náttúrulega bara þá gömul að ég man sko kaldastrið sko og austur vestur ógnina og þau átök og allt í einu var maður farin að heyra eitthvað svona gömul kunnuleg svona stef frá austur Evrópu og gamla kommunismanum. Það var að fara að tala bara mjög frjálslega og opinberlega auðvaldið og öreigana og eins og auðvaldið hefði þann eina tilgang eiginlega þegar fyrirtækjaeigendur á Íslandi fara að fætur á mótnana hvernig ég gætu nú klekkt á öreigunum í landinu og ég var bara alveg orðið forvið og mér þótti þetta óðbóðslega mikil niðurrifsumræða vegna þess að það er alveg lykil atriði í farsæld þjóðar að við eigum öflugt atvinnulíf og þegar að fólk er búið að missa þann skilning að þá er mikil hættu á ferðum og á einhverjum tímapunkti að þá tók ég bara einhvern veginn, má ég eiginlega segja, bara staðið upp á sófanum heima og sagði nei, nú þarf bara einhver að gefa sér í þetta og ég hef aldrei farið í grafgötu með það að ég kem úr þessu umhverfi og ég mun alltaf tala fyrir öflugu atvinnulífi vegna þess að þú byggir allt hitt á því. Ef maður skoðar hagsmunaskráningu þingmanna í dag þá sér maður að þingmenn eru einhvern veginn sko leið og komin á þing þá verður einhvern veginn að segja það frá öllu eða að reyna að fela slóðina og tengist einhverjum með nokkrum hætti og ef þú lítur yfir þing heim fyrir 40 árum síðan þá varstu með fólk sem að starfaði ennþá í
bæði í embættiskerfinu, þú varst með kennara, þú varst með bændur, sjómenn, sjálfstæða atvinnurekendur, þú varst með drjúgan hluta af þingmönnum sem að synti öðrum störfum samhliða þingmennsku. Nú Þorsteinn Pálsson ekki mikill skoðanabróður minn í mörgu, en það nú gaman að cherrypicka svona skemmtilega greinar og hann skrifaði frábær grein held í árið 2007 sem var allavega mér það minnistæð að ég fletti henni upp daginn og fann hana og þar skrifar hann einmitt það að þingmennska sé í eðli sínu ekki starf. Það sé heldur hlutverk þar sem að fólk hittist, skiptist á skoðunum, ákveðu það hversu mikið þú ætlar að ræna úr vössum, hversu mikla skatta á innheimt og hvernig á svo að útdeila þeim gæðum aftur. Þetta svona pretty simple. Og var sem sagt að nýta í það hvernig, þetta árið 2007 séð til, þetta 18 ár síðan, það hefur verið að var að benda á það hvernig þetta væri búið að þróast úr þessari heilbrigðu átt þar sem að þingheimur endurspeglaði atvinnulífið yfir það að væri að þróast í það að vera bara með svona atvinnupólitíkus og þetta 18 ár síðan og það þyrfti einhvern veginn að hugsa þetta upp á nýtt að þingmennska það væri ekkit óeðlilegt að þingmaður væri ennþá að væri kennari upp í verslunarskólanum. Ég veit að hann var semst með kennara sem var líka þingmaður í verslunarskólanum. Hvað finnst þér þetta? Finnst þér eðlilegt eins og við erum með þetta í dag að einhvern veginn eins og flugumferðarstjórinn Njáll Trausti sem að þurfti að ganga einhverja vaktir á 90 daga fresti til þess að svona viðhalda réttindum og það verður bara allt brjálað. Maðurinn, hann á í fullu starfi sem þingmaður og þá eru búnar til einhverja nefndir til þess að réttlæta það hans í fullu starfi. Er ég að fara á langt með þessa pælingar mínar eða? Nei, alls ekki. Og þú kemur inn á punkt, við segjum ofta, já, Alþingi vinnustaður. En hann er mjög sérstakur vinnustaður og þegar ég kemur atvinnulífinu að þá er hann kannski ekki vinnustaður í þeim skilningi skiluru, heldur miklu fremur, þetta átakavettvangur hugmyndafræði og þetta til dæmis að því þú nefnir Njáll Trausta, þetta náttúrulega algjör þvæla að hann var í starfi sem krefst til þess að hann geti viðhaldi sínu réttindum þá verður hann með reglubundum hætti að standa vaktir í flugturni. Það hlýtur hver einasti maður að sjá að það frábært. Það hlýtur hver einasti maður líka að gera sig grein fyrir því á einhverjum tímapunkti þá lýkur hans þingferli og hann verður þá að geta snúið tilbaka í það starf sem að menntaði sig til, skilurðu. Ég sammála þér á margan hátt erum við orðin heilar páin sko. Þegar að Davíð Oddsson fer á þing og verður strax forsætisráðherra þá var hann í borgarstjórn. Akkurat. Og það voru ekki gerðar held ég mikla athugasemdir við það án efa einhverjir eitthvað fjadrafók en mér hefur þótt það hættuleg þróun ef að við ætlum einhvern veginn að búa svo hnútana að þeir sem veljast inn á þing séu aðalega embættismenn eða opinberir starfsmenn eða einhverjir sem ætla bara að vera atvinnum pólitíkusar. Ég lít svo á og geri enn að þegar ég tók ákvörðun fyrir 4 árum að gefa kost á mér í þetta starf þá hugsaði ég ætla að gefa kost á mér og ég ætla að taka 1 kjörtímabil og svo ætla ég að endurskoða það og endurmeta það hvort ég geti ennþá gert gagn og hvort það sé eftirspurn eftir mínum kröftum og hvort mér langi til að vera áfram. Vegna þess að ég held að sé skortur á því á Alþingi Íslendinga að við séum með svona meiri svona innáskiptingar og útafskiptingar þannig að fólk sérstaklega úr atvinnulífinu sem kannski brennur bara fyrir 1 eða 2 mál og hugsa bara, ég ætla að gefa kost á mér næstu kosningum fyrir þetta ég ætla bara inn á þing núna 1 kjörtímabil og svo ætla ég aftur tilbaka. Venjulegt fólk kannski vill ekki fórna sínum karriér til þess að gera þetta. Og þú átti eiga en að sveigjanleika að fólk getur komið inn og farið og út aftur en vandamáli aftur á móti hefur verið og það hefur verið vandamáli nokkuð langan tíma að fólk sem að einhvern veginn áttast inn í pólitík
að það kemst ekki tilbaka. Akkurat. Vegna þess að það eins og það sé einhvern veginn geislavirkt á eftir, að það sé með ómögulega reynslu og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að atvinnulífið og aðra stofnanir taka ekki við fólki aftur og þess vegna þarf fólk að hanga inn á þingi eins og hundur og roði. Það viljum við ekki. Og eins og erlendis, bara í löndum Evrópu, að ef þú hefur verið þingmaður, þá ert þú eftirsóttur út allt. Já. Fyrir einmitt þá reynslu og þekkingu sem þú hefur viðað að þér sem slíkur. Og tengingar sem þú mynda kannski líka. En ég með lausn við þessu sem að reyndar hefur, ég hérna sagt ég eru nokkur af þingmanna sem eru allir hjartanlega ósammála mér, að við ættum kannski frekar að líta á þingfarakaupið með svipuðum hætti og góð stjórnarlaun eins og til dæmis hvað bankana varðar. Í stjórnum bankana þar eru góð stjórnarlaun og það mikils krafist af stjórnarmönnum að sitja í stjórn Íslandsbanka bara sem dæmi. Það er mikils krafist að þú viðir að það sem lesir sért vel á nótunum hvað er í gangi í bankanum og það er einhverju 30-40 fundir á ári og eitthvað og fyrir viki þá eru kannski settir einhver rammar í kringu það hvað þú mátt og hvað mátt ekki eiga til dæmis eða hvað umsögum getur staðið í en þú mátt halda þínu starfi áfram og fyrir þetta færðu greidd góð stjórnarlaun meðfram þinni vinnu en sko þingfarakaupið eins og í dag það ekki einhver 1560 skall eitthvað svona strípaður og svo einhver 600.000 ok, svo er einhver nefndalaun núna og eitthvað svona en það fyrir einhvern sem í sínum karriér og sér þetta atvinnutilboð þú getur fengið bara duglega yfir meðal heildartekjum en ég ætla samt bara að ráða í kannski 4 ár þetta eitthvað sem einhver á svona hvað maður að segja, fremri stigum í sínu lífi kannski ekkert að fara að hoppa á. Það er ekki margir sem að myndi fórna sínum karriér fyrir þetta. Nei, þú trúir ekki hvað eru margir í atvinnulífinu sem hafa bara sagt um hvað varst að pæla? Já. Þú veist, þú myndir hafa miklu betra út í atvinnulífinu og þar fram til göttunum og það má vel vera að það sé rétt. Aftur á móti langaði mér langaði að hafa áhrif, mér langaði að hafa áhrif til góðs og ég hef aldrei hort á launin per se eða rekna þau á klukkutíma. Svo megum við ekki gleyma því að þetta er mikið álagsstarf. Það kemur í skorpum og það koma tímabil þar sem er bara mjög mikið að gera hjá þingmönnum. Allir þingmenn eru í 1 eða 2 nefndum, alþjóðastarfi og svo framvegis. Þannig að við verðum líka að gæta því að gæði starfans á Alþingi sé gott, að fólk hafi svigrúm til að gefa þessu tíma, setja sig inn í mál, undirbúa mál vel og skila þeim með góðum hætti aftur til þingsins. Þannig að það er ekki alltaf raunin. Nei, en fólk misdugulegt. Já, fólk misdugulegt en það skiptir samt máli að við búin til það svigrúm að fólk geti sinnt starfinu vel. Ég held ég bara þannig manneskja að ég vil ekki allt eða ekkert. Það verður að vera góð blanda. Ég held að sé líka alveg góð blanda að fá einstaklinga sem að hafa svolítið eins og þú lýstir farið í menntaskóla, lögfræði og tekið þátt í einhverju pólitísku unglegastarfi og farið svona þing. Ég held að það sé líka gott en það verður að vera bara með og við þurfum líka fólk á breiðu aldurskeiði. Við viljum eiga, það voru margir sem gerðu grína því á síðasta kjörtímabili að Tómas Þór Tómasson var elsti þingmaðurinn og hann hefði sofnað eins og neða 2 svar. Ég held að hann hafi nú ekkert sofnað, ég held að hann hafi nú bara lyngt aftur augunum og verið að hlusta. En það skiptir líka máli. Það skiptir máli að fulltrúar eldri kynslóðana eigi fulltrúa á þingi og líka þessi yngra fólk og öll breytin þar á milli, að það sé fólk úr atvinnulífinu, að það sé fólk úr stjórnsýslunni, að það séu kennarar, að það séu atvinnurekendur. Vegna þess að þegar að fólk úr ólíkum áttum kemur saman, rétt eins og við finnum, við erum úr mismunandi pólitísku baklandi, að þá þurfum við að setjast niður og við þurfum að ræða okkur niður á niðurstöðu og það er gott og til farsældar fyrir Íslands samfélag.
Erðu svo þegar hérna eftir síðustu kosningar, þar síðustu kosningar, síðasta kjörtímabili, þá þú komin inn á þing. Já. Og það þín fyrsta þingseta og það var svolítið svona óljóst til að byrja með sko, hvenær þú tæki við af Jóni Gunnarsinni í dómsmálaráðuneytinu. Lýst þess aðeins fyrir mig, var lág fyrir einhver dagsýning eða varstu bara frústreruð og leiðir eins og hérna, hvað sagði Kristrún aftur dag, kallaði hann aukaleikara, leiðir eins og þú væri einhvern veginn bara svona á varamannabekknum og varst alveg orðin óþreyjufull undir lokin. Sko það ekkert launungamál að þegar að ég gef út að ég ætli í prófkjör að þá nú Páll Magnússon oddviti Suðurkjördæmis og Vilhjálmur Árnason búin að gefa þó út að hann sækist eftir fyrsta sætinu og þarna var Ásmundur Friðriksson líka reyndur þingmaður þannig að ég kem inn svona mjög frökk og tilkynnum það að ég ætla að gefa kost á mér í þessu prófkjöri og ég óski eftir fyrsta sætinu og engu öðru og síðan hann mánuði seinna þá dregur Páll framboð sitt tilbaka. Ég fór allt Suðurkjördæmi sem nú viðfæmasta kjördæmi landsins og sagði við fólk að ef að þið kjósi mig sem leiðtoga ykkar hér þá mun ég færa ykkur ráðuneyti ef að sjálfstæðisflokkur fyrir ríkisstjórn. Þannig að ég tók nú svolítið stórt uppi með eins og sagt og ég bara þannig manneskja, ef ég lofa þér einhverju að þá stend ég við það og þarna var ég búin að gefa fólkinu mínu Suðurkjördæmi loforð vegna þess að Suðurkjördæmi var orðið fúlt yfir því að Bjarni var tvisvar búin að mynda ríkisstjórn án þess að Suðurkjördæmi ætti sæti við það ríkisstjórnaborð en vera stort kjördæmi með næstmesta fylgi flokksins á landsvísu og eftir formanninum þannig að við töldum að svona við bærum skarðan hlut frá borði og þess vegna sagði ég fólk ég mun tryggja ykkur ráðarsæti. Já, þetta getur haft töluvert að segja það ekki að bara það kjördæmi eigi sinn ráðherra. Það skiptir bara mjög miklu máli. Og síðan vinn ég kosningarnar. Ég oddviti í Suðurkjördæmi og Bjarni fer í stjórnarmyndunarviðræður með Vinstri grænum og Framsókn og þá gerði ég strax skýlaus og kröfu til þess að Suðurkjördæmi fengi ráðherrasæti ekki að því að ég eitthvað sérstaklega þyrfti að vera ráðherra ekki drifin áfram af eigin hérkoma mér fannst bara kjördæmið eiga það skilið bara kjósendur sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi áttu það skilið og þess vegna urði það mér, það ekkert leyndarmál það varð mér, eða urði mér vonbrigði þegar að Bjarni síðan tilkynnir myndun sinna ríkisstjórnar og hvaða ráðherrar að ég ætti að skipta kjörtímabili við Jón ættum að skipta því á milli okkar. Áttir vonaði að þú fengir ráðherrastól þá, eða þar að þitt kjördæmi fengir ráðherrastól strax í upphafi? Já, ég bar það von í brjósti og þannig að ég varð alveg fúl en maður verður að bara taka ákvörðun og allar að vera skúli fúli eða ekki og ég ákvað bara að taka þessu eins og svo bara eins og hverju eru hundsbytti en þegar að fór síðan að líða svona nær þessum 18 mánuðum að þá fór ég nú svona að setja aðeins þrýsting á það að það yrði að efna þetta loforð og það var aldrei ákveðin einn dagsetning en það eina sem Bjarni sagði að ég myndi taka við að hámarki að 18 mánuði liðnum þannig að það yrði aldrei lengri en það og síðan urðu ráðherraskipti þannig 19. júní 2023. Var það á þessast að 18 mánuði liðnum eða? Já, það stóðst eða tæplega það. Og hvernig var að fara inn í þetta ofbeldissamband með Vinstri grænum og Framsókn? Hvernig var að vera í þessa ríkisstjórn? Og kemur á erfiðum tíma, það erfið mál? Nei, sko, Ariel, ég verð ráðherra 19. júní á mánudegi á Bessastöðum og síðan fyrsti ríkisstjórnarfundi minn á þriðjudagsmorgni og ég mæti þar á minn fyrsta ríkisstjórnarfund og ákvað nú að vera svolítið bara svona pen og fylgjast með og læra því að það eru auðvitað svona ákveðnar samskiptareglur og annað í ríkisstjórn og ég var svona að lesa salinn og síðan þurfti Bjarni að yfirgefa fundin hann áður en honum lauk og bara undir lok funda rétt áður en forsætisráðherra slíti fundi
að þá undir liðnum önnum mála þá kveður Svandís Svavarsdóttir hljóðs og segist vera búin að banna hvalveiðar. Já, og það verður þetta er bara mínu fyrsta ríkisstjórnarfundi og það verður þetta allt vitlaust og ég satt bara já og gerir maður bara svona. Já. Þannig að þessi fyrsti fundur var mjög sögulegur og setti auðvitað mikinn sand í tannhjól í samstarfi í þessari ríkisstjórn. Þú varst að losa hérna Jón Gunnarsson bara úr snörunni að þetta hefur verið ennþá brösulegra samstarf þannig frá með þessum degi. Já, það var alveg ljóst og öllum ljóst. Þetta var mjög sérstök ákvörðun af hálfu Svandísar. Þarna hvalveiði flotinn bara, hann gerir ráð fyrir að sigla á miðvikudaginn, deginum eftir úr höfn og fara til veiða og það búið að ráða áhafnir, það búið að ráða fólk. Það búið að kaupa kost á skipin og fylla þau á olíu og það allt í starthólunum og mér þótti þetta alveg með eindæmum ruddalega aðför. Þetta voru ábyggilega 200 mann sem að treystu á þetta lifibrauð sem að ekki varð sko. En hérna þú kemur inn í hérna, þú verður dómsmálaráðherra einmitt á mjög svona hvað maður að segja, erfiðum tíma eða þannig, það áskoranina sem við stöndum frammi fyrir enn þann dag í dag og eru mikið að ræða, það eru útlendingamálin. Þetta svona búið að vera að gerjast þegar þú tekur við. Hvernig var stemningin í ríkisstjórninni þegar þú ert þarna að byrja sem dómsmálaráðherra og þegar þið langaði ábyggilega til þess að fara eitthvað að herða tökinn eða fara að gera eitthvað? Þetta var alveg þungt. Það var það og það öllum ljóst að við gengum ekki í nógu góðan takti á þessum tíma en þrátt fyrir þetta að þá hafði þarna við þinglok í júní 2023 hafði Jón Gunnarsson náði gegn breytingum á útlendingalöggjöfinni sem voru góða breytingar, skipti máli. Eitt af fyrsta sem ég gerði þegar ég kom inn í ráðuneytið vegna þess að ég skynjaði líka þessa spennu að það var að setja af stað vinnu á milli ráðuneyta eða í samvinnu margra ráðuneyta, voru 4 ráðuneyti sem kom að því að móta heildarsýn ríkisstjórnarinnar í þessum málaflokki. Það var alveg flókið verkefni og þurfti að fara fram og tilbaka og leita leiða og hvernig við gætum einhvern veginn náð svona samkomulagi það. Þess vegna var ég mjög stolt af því í febrúar á síðasta ári 2024 þegar að þessi heildarsýn í málefnum útlendinga og hælisleitenda var samþykkt í ríkisstjórn með 20 aðgerðum og fyrsta aðgerð var að gera breytingar á útlendingalöggjöfinni. Og það náðist í gegn í júní á síðasta ári þar sem að við algjörlega bráðnauðsynlegar aðgerðir sem fólu í sér að samræma betur útlendingalöggjöf okkar við löggjöf annarra landa og sérstaklega Norðurlandana og þarna voru síðan önnur verkefni í framhaldinu hvernig við ætlum að taka á móti útlendingum, íslensku kennsla, aðlögun að íslensku samfélagi og svo framvegis. Og ég saknaði svolítið núna að ég veit ekki hvort að núverandi ríkisstjórn sé að vinna eftir þessari heildarsýn en þarna voru til dæmis aðgerðir í þá veru að koma upp lokuðu brottfaraúrræði og það núna á þingmálaskrá núverandi dómsmálaráðherra. Það sömu leiðis að útrýma þessari 18 mánaða reglu, það líka. Það að koma upp greiningamiðstöð á landamærum sem var eina af þessum aðgerðum líka, allt til þess að tryggja meiri stöðuleika og meiri festu á landamærunum. Já, landamærin eru kannski, þetta miklu meira landamærmál heldur en útlendingamál. Því horfir þannig við mér að það sé aðalvandir séu hriplek landamæri þar sem Já, ég hef ekki verið sammála því að landamærin okkar séu hriplek. Við erum í Schengen og landamæralögreglan og landamæragæslan okkar sérstaklega í Keflavík og bara framúrskarandi.
hins vegar hefur þetta verið stærsta vandamáli að löggjöfun okkar hefur verið með allt öðrum hætti og miklu veikari heldur en löndunum í kringum okkur og þegar að svo að þá verður svona pull-faktor hingað. Já, ég segi það og sko ég er ekki að kritisera landamæraverðin en þeir hafa bara ekki rétt að ramma til þess að vinna eftir sko. Já, en á síðustu árum að þá hefur orðið alveg gríðarlega aukning á frávísunum á landamærum og þannig að og þau hafa verið að grípa skipulega glæpastarfsemi á landamærum snúa fólki við þannig að þau hafa verið mjög öflug en þurfa vitaskuld að hafa úrræði til þess að geta orðið mun öflugri og einnig mannafla. Akkurat, ég held að og tækni, við þurfum að fjárfesta í tækni til þess að við getum látið upplýsingar sem verða til í Evrópu að þær berist hingað og við getum nýtt þær í afgreiðslu okkar mála og svo tel ég algjörlega löngu nauðsynlegt að koma upp greiningamiðstöð á landamærum þannig að þeir sem eru óska eftir vernd hér að þeir fari ekki strax inn í íslenskt samfélag heldur séu teknir svona útfyrir og dvelji í lokuðu úrræði, greiningar úrræði í einhverja sólarhringa meðan er verið að kanna hvaðan þú ert að koma sannreina að þú sért sá sem þú segist vera ertu með glæpaferil eða ekki ertu komið með vernd í öðru ríki eða ekki allt þetta, þá er þetta að senda bara viðkomandi tilbaka með mjög hröðum hætti og viðkomandi kemur aldrei inn í íslenskt samfélag. En svo sko, svo ég haldi aðeins vörnur gagvart mínum punkti með leku landamæri, þá eru mýmörg dæmið þá sem að hafa sko verið vísa úr land og að koma endur tekið hinga, ég sé þetta alveg þegar ég flýg til Danmerkur og ég kaupi sko flugmiða fyrir sjálfum mig með kreditkort í konuna minna til dæmis, eða hún kaupi með hana og ég þarf hvergi að sína vegabréf eða á nokkurn hátt sannreina að ég sé Ariel Pétursson að sko ekki einu svona fari gegnum öryggisleit, ég fer bara upp í vél og flýginga heim og ég geti þess vegna verið sko ykkur allt annar á mínu nafni. En þú ert að ferðast innan Schengen? Ég veit það og það það sem er svona, þú veist, það virðist ekki vera neinn svona trygging fyrir því að við lendum ekki í því að fá eitthvað misindis fólk hingað. Nei, vegna þess að því hefur verið hleypt inn á einhverjum öðrum postum, skiluru, inn á Schengensvæðið. Akkurat. Þannig að til dæmis núna, það er nú eitt af þeim málum sem að núverandi dómsmálaráðherra með, það er innleiðing á því sem er kallar hælispakki Evrópusambandsins. Sem að við þurfum að innleiða fyrir júní á næsta ári og þar eru mjög margar aðgerðir til þess að tryggja einmitt ytri landamæri Schengensvæðisins og það er mjög mikil krafa og þrýstingur á mjög mörg innan Schengenríkjana að þau herði betur ytri mörg landamæra sinna og þar eru við engin undantekning. Þetta mikið hittamál, þetta er nú allavega nógu heitt mál til þess að þetta sprengt upp heila ríkisstjórnin svo þekkir. Mér langar að fara aðeins lengra fram í tíman og hérna eftir að ríkisstjórnar samstarfið laðist af þá hérna öllu síðar þá tekur þú við formennsku í svolítið klofnum flokki eða svona sárum sjálfstæðisflokki. Þú annarkvort samsinni mér eða ekki en það er svona mínu upplifun að það voru komin á nokkra blokkir, það var komin ákveðin blokk í kringum Guðlaug, það var komin ákveðin blokk í kringum sem hafði alltaf verið Bjarnablokk en var einhver ákveðin hópur sem fylgdi sér að henni Þórdísu Kolbrún og ákveðin hópur í kringum Áslaugu. Þetta var orðið svona, það vantaði einingu og þú sérst vinnu formannslægin, verður formaður og lofa því að færa einhvern veginn flokkin nær sínum kjósendum og reyna að sameina flokkin. Hvernig hefur það gengið með það og kannski leiðinni svarar fyrir þessa upplifun mín af þessu hérna klofningi? Ég vil nú ekkert gera of mikið úr einhverjum klofningi í sjálfstæðisflokknum að það hafa alltaf verið einhverja fylkingar í sjálfstæðisflokknum og þegar eru leiðtogakjör að þá óhjákvæmilega þá verða fylkingar í kringum þá frambjóðendur og það gerist líka á síðasta landsfundi, það gerist líka þegar að Guðlaugur Þór Þórðarson bauð sig fram á móti í Bjarna þarna 22 það er auðvitað bara á ábyrgð mín fyrst og fremst og nýrrar forystu að
reyna af öllu mætti að sameina sjálfstæðismenn en við erum gríðarlega stór flokkur og þú nefnir hérna 3 eða 4 hópa og það verða líklega alltaf einhverjir hópar skilur í svona stórum flokki eins og sjálfstæðisflokkurinn en aðalmáli það að við sameinumst skýra sín skýra vegferð sem við ætlum í til þess að efla sjálfstæðisflokkin í íslensku samfélagi vegna þess að ég trúi því einlæglega að Íslandi farnist best þegar að sjálfstæðisflokkurinn kemur að stjórnlandsins við erum ekki að því núna og því vil ég breyta og til þess að ná þeim árangri að þá verðum við að ganga í takti ég talaði líka fyrir því í aðdraganda landsfundar að ég vildi fara svolítið aftur í svona gömlu góðu hægri gildin að við myndum tala betur, reyna að ná betur til almennings, tala betur til grassrótarinnar og til venjulegs fólks. Það heldur ekkert leyndamála að margir kalla okkur einhvern elituflokk. Ég bara, það ekkert eins fjarri mér í lífinu en að einhvern veginn að ég finn einhvern samhljóm með því að ég tilheyri einhverju elitu. Og að lungin af þeim sem í sjálfstæðisflokknum í dag bara venjulegt, þróttmikið og duglegt fólk sem á hugsjón sem liggur með sjálfstæðistefnunni. Það að hlúa að einstaklingsfrelsinu, að atvinnufrelsinu, að við lækkum hér skatta, að við minnkum hér ríkisútgjöld og minnkum hér báknið, eftirlit og reglugerðir þannig að hér sé svona auðveldar og einfaldara að lifa og hafa það gott. Það það sem við sameinumst og ætlum að sameinast og ætlum að ná sjálfstæðisflokknum í betri fylgis tölur heldur en nú Það sé alveg hárrétt hjá þér og rétt greining og rétt stefna hjá þér að sjálfstæðisflokkur þar aðeins að mínu upplifun svo að hann þarf að reka þess af sér slíðru yrðið að vera svona spyrtur við hvað maður að segja fjármagnseigendur eða einhverja elítu eða eitthvað svoleiðis og svona vinnandi hendur grasrótin sem aðhyllist frelsi einstaklingsframtakið hefur kannski fjarlægst skjól sjálfstæðisflokksins síðustu árin og þannig að það verk að vinna þar og ég held að sért alveg á hárréttri leið. Það skiptir máli til dæmis eins og ég nýtekin við sem formaður þegar að ríkisstjórnin ákveður að setja umdeilt máladagskrá að hækka veiðigjöld í sjávarútvegi og því strax einhvern veginn sleið, við förum eiginlega aldrei inn í efnisatriði málsins heldur förum við bara alltaf að ræðum það að við séum að verja sérhagsmuni og að ríkisstjórnin að þau séu að verja fólki í landinu og ég bara skil ekki enn þessa orðræðu við vorum aldrei að verja einhverja sérhagsmuni en sjálfstæðisflokkurinn mun alltaf taka stöðu með atvinnulífinu við vorum að verja atvinnulífið og við munum gera það alveg saman hvort að það sjávarútvegur, ferðaþjónusta hugverkageirin eða eitthvað annað rétt eins og að ég hef sagt það í mjög langan tíma að nú starfar þú í heilbrigðisþjónustu og verkefnin í heilbrigðiskerfinu núna framundan eru af þeirri stærðargráðu að það útilokað. Það algjörlega útilokað að við getum ráðið við það verkefni morgundagsins og næstu mánaða ára í heilbrigðiskerfinu öðruvísi en að koma inn með einhverja nýja hugsun og nýja nálgun og ég hef sagt það og við sjálfstæðismenn við getum ekki leyst áskorunni heilbrigðiskerfisins nema að stór auka einkarekstur við hlið opinbers reksturs. Við verðum að hleypa inn þessu frjóa einkaframteki inn í heilbrigðismál og það ekki sérhagsmunir. Þar erum við að horfa á almannahagsmuni. Hvernig getum við bætt heilbrigðiskerfið á Íslandi? Hvernig getum við séð til þess að bara venjulegt fólk komist til læknis? Þurfi ekki að bíða í marga klukkutíma með börni sín á bráðamóttöku eða að aldraði foreldrar okkar komist ekki inn á hjúkrunarheimili eða að fái viðeigandi þjónustu. Þetta eru bara svona einfaldir hlutir að segja en eru í dag óskaplega flóknir í framkvæmd. Það stundum talað að grísa á eitthvað. Að
að það sé svona heppni. En svo það að svína á einhverjum og það bara að vera með almenn leiðindi. Ég skil ekki þessu. Skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Til þess að reka heilbrigðiskerfi þá þurfum við náttúrulega peninga og til þess að reka menntakerfi, löggæslu, hvað sem hérna við erum að reyna að reka hérna sem samfélag þá þurfum við peninga. Við spólum aðeins tilbaka, tökum auðlindagjaldið, tökum það aðeins fyrir og tökum það fyrir að festu vegna þess að þegar Þetta er veiðigjöldin, þegar hérna Þetta eru skattar, já, býttu leiðum sko, þegar að kreppir að skóin heima hjá mér þá byrjum við á því sko, ég og Hrefna kona mín, þá byrjum við á því sko, heyrðu, þurfa að fara í Costco og kaupa jarðarber annað hver dag, þá byrjum við á því að skera niður, við byrjum ekki á að hugsa heyrðu, já, okkur vantar hérna, það vantar 20 skall í bókhaldið á mánuði við skulum fara að bera út blöð, við byrjum ekki á því að hlaða okkur öðrum hérna, við fyrum ekki að velta fyrir okkur meiri innkomu, þannig að ég sko í staðin fyrir að skoða tekjuhliðina akkur reyndu þið ekki að selja það í sjálfstæðisflokknum eða í andstöðinni að selja meira það, akkur eru þið að fókusera svona mikið á tekjuhliðina að henta meiri skatta fólk var alveg komið með nóg að þessu málþáfi og spyrti sjálfstæðisflokkin við það að vera einmitt bara, þú veist, einhvern veginn skósveinar stórútgerðarinnar í þessu veiðigjaldamáli meðan ég allan sko, held að hefði verið hægt að selja þann og bara svona PR vinkillin hefði verið hægt að spila meira þannig að þarna væri bara verið að taka fyrsta skref í átt að meiri skattheimtu og hvað næst sem við sögðum margoft svo það er nú hátt Málið var að við náðum einhvern veginn því ekki gegn. Fjölmiðlar fjölluðu, eins og ég sagði, eiginlega ekkert efnislega málið, fjölluðu ekkert það sem við vorum að segja. Heldur var bara endalausar fréttir í hvað marga klukkutíma við vorum búin að tala eða hvað marga ræðurnar væru. Það hafði engin áhuga á málunni per se. Meira segja 65% kjósenda Sjálfstæðisflokksins vildi hækka skatt á sjávarútveg, sem að mér þótti sérstakt. 95% þjóðarinnar var hlynntur þessu frumvarpi sem að ríkisstjórnin lagði fram. Þannig að við vorum meðvituð það að við varum ekki að fara í einhverja vinsældarkeppni í þessari umræðu, aldrei nokkuð tíman. En ég legg áherslu á það að þetta mál, það var illa unnið, það kom svona með óvinnulegum hætti inn í þingið og þú bara getur ekki, ef þú ert ábyrg stjórnvöld, þá getur ekki komið með 100% skattahækkun og eina atvinnugrein og ætla að keyra það bara í gegn nánast án umræðu. Það er ekki hægt. Það er óvirðing líka við atvinnugreinina að eiga ekki eðlilegt samtal við hagaðila í greininni og reyna að koma líka þá þessu skattahækkunum yfir með meiri aðlögun þannig að greinin geti aðlagast breyttum veruleika. Það var blásið á alla þessu umræðu. Það var engin ræða frá okkur sjálfstæðismönnum sem sagði það að það mætti ekki hækka skatta á þessa grein. Við sögðum það aldrei nokk tíman. Hins vegar töluðum við ítrekkaðum það áður en þú ferð í svona mikla breytingar, þá þarf það að kanna áhrifin á fyrirtækin, áhrifin á greinina, áhrifin á sveitafélögin sem þarna eru undir, áhrifin á heimilin í þeim sveitafélögum og svo framvegis. Það var ekki gert. Máli kom mánuði á seint til þingsins, það kom inn með aðbrigðum, það var illa unnið, það var ekki samráð við þessi sveitafélög, tölur voru rangar, málið kemur inn í umræðu í byrjun maí og tölur voru rangar, það voru ekki leiðréttar fyrir en eftir 20. júní, þannig að þetta var með svo miklu offorsi og ólíkindum, hvernig þetta mál var unnið og það segir okkur líka það að þá ríkisstjórninni ekki heilagt hvað varðar atvinnulífið. Að þau munu hjóla með nákvæmlega sama hætti í aðrar atvinnugreinar og þá munu við líka taka þann slag. Mín greining svo að vinsældir og samúð stór útgerðar meðal almennings hafi verið það sko dræmar að þetta hafi verið bara auðvildasti rassinn til þess að sparka í fyrst. SFS hefur ekki staðis í einhverju PR vinsælda hlutverki í að skapa einhverja sátt meðal almennings
og þetta hafi bara verið sá rass sem að lá best við sparki, ef svo mætti að orðið komast. Svo það bara næsta atvinnugrein næst. Sko, Ariel, það mikið til í þessu og það mikið áhyggju efni að þjóðinni skuli vera svona mikið illa við undirstöðu atvinnugrein sína. Þá atvinnugrein sem hefur byggt upp hér velsæld á Íslandi og hefur skipt sköpum í að skapa hér gott samfélag, að við skulum hata þá atvinnugrein. Ég hef stundum sagt að þetta svona sambarlegt. Ég var stjórnarformaður í lífeyrissjóði mörg ár og formaður Landssamtaka lífeyrissjóða og allir landsmenn eiginlega hata lífeyrissjóðana sína sem stór furðulegt vegna þess að þetta nú stærsta eign hvers einstaklings í raun, mesti sparnaður sem hver á. Þetta er öryggið þitt hérna og seinni árum æviðinnar en þú ætlar bara takk fyrir pent að hata það eins og pestina sem alveg furðulegt. Og það hlýtur að segja manni það ef að þjóðin svona illa við þessa grein sem sjávarútvegurinn að þá hlýtur greinin að bera þar mikla ábyrgð. Það ekki annað hægt. Það ekki annað hægt en að segja að það hefði einhvers staðar misfarist að ná einhverri sátt á milli atvinnugreinarinnar og þjóðarinnar. Og það ekki hægt. Þess vegna verða þeir sem starfa í hvaða atvinnugrein sem líka ferðaþjónustu, iðnað og öðru, að búa svona hnútana að það sé sæmileg sátt þá starfsemi við þjóðina. Og þar skortir á og það verkefnið framundan. Ég ætla líka að leyfa mér að segja að þetta svo einkennilegt í því ljósi að sjávarútvegurinn okkar íslenski, hann eina atvinnugreinin okkar, takt eftir, hann eina atvinnugreinin okkar sem á fullu samkeppnishæfi erlendis. Og þetta einn af fáum sjávarútvegum í heimi sem ekki ríkisstyrktur. Hann framúrskarandi hvað hagkvæmni varðar, tækni og svo framvegis. Það horft til okkar frá öllum þjóðum. Við erum Íslandsmeistarar í þessu, bara beint skattalegt spora þessari greinir einhverju 90 milljarðar og svo alveg ótalið allt það sem afleitu störfin og þessi stóru og merku tæknifyrirtæki, hvort það heitir Marel eða Corio eða hvaða nú sem að Við stóðum ekki þessa vakt fyrir einhver örfá stórfyrirtæki eins og Kristófer Frostadóttir lét aðliggja í viðtali á RÚV. Við stóðum þessa vakt fyrir fyrirtækin í landinu og sérstaklega minni fyrirtæki sjávarútvegi hringinn í kringum landi. Vegna þess að ég hef í raun engar áhyggjur á stóru fyrirtækjunum. Þau bara það burðug, skráð félögu kauphöll, þau munu geta aðlagast þessum breytta veruleika. Lítil fyrirtæki, hér út á Snæfellsnesi, út á Vestfjörðum, fyrir norðan og austan, Vestmannaeyjum og í mínu kjördæmi, minni fyrirtæki munu ekki lifa það af. Þetta eru stóru málin og sjálfstæðisflokkurinn og fyrirgefðu að bæta við það mun þetta frumvarp nefnilega mun gera þessa fáu stóru starri og þeir munu hreinsa upp minni alna. Ég held að það sé framtíðarsýnin hjá þessari ríkisstjórn. En stóru málin eru það sem að þurfa að vera svona efst í deglunni hjá sjálfstæðisflokknum í minni hluta núna og mann sárnar svolítið þegar fókusinn hverfur og fólk fer að tala fyrir minnimálunum og ég verð að koma inn á eitt. Ég fór sem laumufarþegi á flokksráðsfund Sjálfstæðisflokksins sem var haldinn býttum við nóvember eða ekki? Jú, allavega ef ekki lengra síðan og það var þegar það var fyrst ljóst að Sjálfstæðisflokkurinn var að mælast svo lítill í skoðanakönnunum og þetta var svona hálfgerður krísufundur og ég nú ekki innmúraður sjálfstæðismaður en ég náði þannig að einhvern veginn að smygla mér inn á hótel E7 og vera með á þessum fundi og það voru svona vinnuhópar á einhverju tímapunkti þar sem voru svona borð sett saman og kannski 20-30 mann sem að sátu og voru að tala hver ætti að vera helstu stefnumál. Var þetta ekki vorið? Þetta var vorið. Já, þegar Bjarni nýjórinn forsætisráðherra. Akkurat. Og þarna er verið að tala hver eiga helstu stefnumál Sjálfstæðisflokksins að vera núna framöndan. Bæði núna bara í næstu kosningum og svo næstu 5 ára eða 10 ára og eitthvað. Og við mitt borð þá var svona fólk eitthvað að jafla á einhverjum vaxtamálum og verðbólgumálum og þetta var svona það sem að brann á fólki, það voru fyrst og fremst þetta það sem að kemur beint við veskið á heimilunum
og svo var einn sem að hérna stóð upp og talaði hérna að sko þegar öllu er á botninn hvolft þá er hérna þá getur svo sem heilbrigðiskerfið, það getur laskast tímabundið, við getum endurbyggt það, við getum hérna, svo getur menntakerfið laskast tímabundið, við getum endurbyggt það og við búum á Íslandi, hérna erum við með svona mikla sveiflur í okkar efnahagslífi, við þekkjum þetta í gegnum árin, það er ekkert stabílt í okkar hérna bara í hvað krónuna varðar, en það er eitt sem að ætti að vera höfuðatriði núna og það er það að tryggja það að börnin okkar fá að njóta þeirra sömu forréttinda og við nutum á sínum tíma og það er að alast upp í öruggu samfélagi, ekki það á hættun að vera sko rændur út á ærslabelg þegar maður er að hoppa eða róla sér sko að hérna vera rændur og kemur einhver með hníf, þú veist, það er komin upp einhver hræðileg vandamál í okkar samfélagi sem að við þekktum ekki þegar við vorum börn og þá einhvern veginn svona breytist tóninn í þessum hópi og fór einmitt að tala þetta og ég heyrði hlerað á öðrum borðum, þetta var svona, þá var verið að ræða þessi mál, aukin hérna, auki ofbeldi í samfélaginu, það er hérna, og svo náttúrulega vaxtamálinu og svo kemur einhvern veginn þegar búið að filtera þessa tillögu sem komum frá borðunum, þá kemur upp á skjá, þá er hérna, þá er þarna tvennt, það er salan á Íslandsbanka sem að ég heyrði engan vera svo æstan yfir, gott að blessa, ég ætla ekki mikið út í það, svo kemur að vínmálið, af hverju er þetta alltaf bara á 2 ára fresti þegar einhverju þingmanni sjálfstæðsflokksins fyrir að leiðast eða þá er nýbyrjar og langar til þess að æfa sig á einhverju argumenti, þá fyrir hann á þing og fyrir að berjast fyrir því að fá brennivín í búðir. Ég er ekki að segja það að ég sé á mótið í hugmyndafræðilega að fá brennivín í búðir en þetta þessi slagur eru tekin oft og svona in the end þá er þetta svolítið tilfinningarhlaðið af því að vínbúðin er líka bara með ágætis framboð og er með einokkurna stöð og allt það en á Ánægjuvoginu þá skora þeir alltaf hátt ár eftir ár og þetta er ekki einhvern veginn svona, þetta er ekki issue sem að brennur á almenningi að ég tel. Áslaug Arna mætti Kára Stefánssyni einhvern tímann í sjónvarpssal. Áslaug hafði miklu betri og flottar rök heldur Kári Stefánsson sagði þetta bara because I feel like it. Þess vegna viljum við hafa brennivinn í vínbúðinni með takmörkuðum opnatíma, hárri álagningu og bara fólk er ánægt með af hverju er þessi slagur alltaf tekin. Núna er þetta bara glænýtt. Ég held ég hafi lesið í síðustu viku að Villi er aftur farin að taka þetta upp. Nú ætla ég bara, nú er mér farið að leiðast. Nú ætla ég að fara að biðja vín í búðir. Ég get nefnt dæmi. Við erum með þetta einokun ríkisins á sölu og áfengi og tóbaki og við höfum haft þetta fyrirkomulag alla tíð gott og blessað og margir segja að þetta sé það fyrirkomulag á svona Vesturlöndum sem að temprar neyslu mest má vel vera nú er það aftur á móti svo að við erum hluti af innri markaði Evrópu og það hafa risið hér fyrirtæki, netsölu fyrirtæki áfengis til dæmis og það hafa fallið dómar að þau megi starfa og með ákveðnu fyrirkomulagi. Við höfum vegna þess nákvæmlega Ariel að við höfum rætt þetta ítrekkað í mörg ár, líklega 20 ár, sjálfstæðismenn, og við höfum aldrei gert neina breytingar. Þá er þessi málaflokkur, hann er bara komin út í vitleysu að mínu mati. Já. Við erum komin hér með mjög margar netsölur áfengis sem að virðast vera að selja alla sólarhringin og afhenda og með sínum hætti og löggjafinn, hann stendur bara til hliðar, horfir á þetta og er einhvern veginn algjörlega bjargarlaus. Það getur ekki verið ætlun okkar að með þessa viðkvæmu vöru að þetta sé bara eins og vilda vestrið. Það getur ekki átt sér stað. Við getum ekki sagt okkur einhvern veginn við það að þú getur verið heima hjá þér miðjanótt og þú panta lítra vodka og þá kemur einhver bara reiðhjóli með vodkan eins og í sprútsal í gamla daga skilur með eitthvað heimsetningaþjónustu upp á dyrum hjá þér. Þannig að ég sagði nú þegar ég var dómsmálaráðherra að því að Bjarni Benediktsson þá fjármálaráðherra, hann hélt á þessu eina hlutabréfi í vínbúðunum. Ég sagði þá, Bjarni, það á bara nú að þú afnema einkasölu ríkisins á áfengi og dómsmálaráðherra skal koma bara sama dag með bara stranga reglur fyrirkomulag sölu á þessari viðkvæmu vöru.
Í dag staðan þannig að það eru hér líklega 800 smásalar að selja áfengi í gegnum veitingastadi, einhver bakari, krár og bari og annað og við treystum þeim. Við treystum þeim til þess að fylgja þeim reglum og leikreglum sem búið að setja og Alþingi hefur sett það fyrirkomulag. Ég held að það væri bara færi miklu betur á því ef að ríki bara selur vínbúðina og það þú getur bara keypt hana ef þú hefur áhuga á því svo þarf þú bara að beygja þig undir hvernig við ætlum að selja þessu vöru núna það er bara því að við erum komin út í skurðu núna því að hefur verið kannski hvað maður að segja Sandi og þessi fyrirtæki það hefur algjör linkind gagvart því að taka á því hvernig þau hafa farið í kringum í raun og veru ég held að þau séu misjöfn eins og Sandi og flest þessi fyrirtæki þau hafa bara verið mjög ábyrg í sölun og sinni vöru og þau vilja auðvitað þessi fyrirtæki vilja hafa skýran lagalega ramma til að vinna eftir löggjafinn aftur á móti dregur bara alltaf lappirnar og gerir ekki neitt og þegar að svo þá fer þetta út í vitleysu Myndirðu þá vilja sjá og þetta á ekki við eigum ekki að láta sölu og þessari vöru fara út í einhverja vitleysu sem að ég tel að gæti verið ákveðin hætta á akkurat núna Myndirðu vilja sjá þá nú eru einmitt farin í það að festast í það að tala litlu málið sem brennivín í búðir en allt í góðu ekki myndirðu vilja þá sjá að Sandi væri þá setta skorður mætti bara selja brennivín milli 12 og 5 á virkundögum og 12 og 2 á laugadögum. Það er löggjafans. Já. Það er löggjafans að ákveða hvernig fyrirkomulag sölu er þið háttað. Já. Og ég tel í öllu mínu frelsi að þá tel ég nauðsynlegt að það séu skýra reglur vegna þess að við höfum sammast það að þetta sé viðkvæmara. Við viljum ekki að aðgengi sé of auðvelt fyrir börnin okkar eða úlinga eða eitthvað slíkt og þess vegna verður Alþingi að hafa einhvern veginn þroska til þess að ákveða þetta en ég hefur ekki haft það núna í langan tíma En svo eru náttúrulega aðri vinklar á vínmálunum segi ég sem að mjög, ég hef alveg gaman að því að fá mér vín og ég lík því, mér er gott að fá mér bjór en það er Ég drekk ekki bjór. Nei. Aldrei. En það er það er auðvitað rök fyrir því að hafa takmarkað aðgengi og ef við tölum þessi frelsismál þá það náttúrulega bara algjör fæla halda því fram að það sé undir hverjum og einum komið hvort þú neyti fíknefna eða ekki eða að því búum í velferðarsamfélagi eins frelsi getur verið ofbeldi gagnvart hinum, bara fjárhagslegt ef nágrann minn ákveði það að vera fyllibitta og panta sprútsala miðja nætur á reiðhjóli og kostar þar á leiðandi og hættir í sinni vinnu og fer á bætur og drekkur heima og kostar heilbrigðiskerfi meira þá það náttúrulega ofbeldi gagnvart öðrum þess vegna kemur fram í mér þessi vingill að við viljum tempra þetta. Já, mér langar að grípa það af því þú varst að tala það á þessum flokksársfundi flokksins þar sem að þú fórst að ræða bara öryggi borgarana. Já. Það er frumskylda. Það er frumskylda okkar sem erum í stjórnmálum að fara að tryggja öryggi borgaran í þessu landi. Heldur betur. Það gengur ofar öllu öðru og það að tryggja það að það sé friður í samfélaginu, að það sé samheldni í samfélaginu og öryggi. Og við verðum að tryggja þetta öryggi fyrst og síðast áður en við til dæmis förum að ætla kannski að bjarga heiminum þá skulum við fyrst tryggja okkar varnir hér heima fyrir og það er frumskylda okkar þingmanna og kjöruna fulltrúa. Mjög gott að heyra þetta. Það er svona aðeins búið að kvarnast úr löggæslu og tiltrú allavega almennings á löggæslu. Nei, ég held ekki. Ég held að traust til lögreglunnar sé mjög hátt á Íslandi en það gerist til dæmis sem að var ákvörðun sem var tekin hér bæði í pólitík og í kjarasamningum að það var stytting vinnuvikunar bara með styttingu vinnuvikunar mistum við 90 lögreglumenn og það sá það einhvern veginn ekki enginn fyrir við mistum fleiri 100 hjúkrunarfræðinga og starfsmenn í heilbrigðisþjónustu. Við höfum á síðast ári, ég ætla að fá að hrósa Jóni Gunnarsinni því að hann
setti umtalsvert fé í að fjölga lögreglumönnum, að fjölga í lögreglunáminni. Ég fylgdi því síðan eftir. Þannig að við vorum að styrkja lögregluna á síðasta kjörtímabili. Síðasta vor að þá náði ég í gegnum Alþingi breytingar á lögreglulögum sem var algjörlega nauðsynlegt að gera og hafði ekki tekist og var kannski eitt af þessum málum sem var mjög þungt í samvinnu með Vinstri grænum að við gætum skapa lögregluna okkar sömu tæki og tól og starfsskilyrði eins og lögreglan í löndunum í kringum okkur. Ástandi var þannig að við vorum með veikari umgjörð fyrir lögregluna og það bara hættulegt þegar þú horfir til skipulagðra brotastarfsemi að við séum með miklu veikari löggjöf og hinga geta þá glæpamenn komið og einhvern veginn athafna sig í öðru frelsi heldur en allsstaðar annarstaðar, gengur ekki og við stoppuðum. Og það mjög mikilvægt að við höldum vök okkar hvað þetta varðar. Ég hef talað fyrir því að við eigum að efla lögregluna enn frekar. Við þurfum að efla greiningagetu lögreglunar líka og aftur eins og skipulagð brotastarfsemi virðir engin landamæri og hún bara svolítið eins og vatnið og finnur sér sinn farveg sem auðveldur og ég sem dómsmálaráðherra ég myndi mig á okkur með einasta mótni því ég mætti til vinnu þitt eina hlutverk að tryggja öryggi borgara þessa lands. Já, það svona grundvallar hlutverk mitt ríkis þess sem að fólk greiði sína skatta til, það er öryggi númer 1, 2, 3. Það sem ég á við með kannski tiltrúna og breytingarna sem hafa orðið, ég hugsaði svona út frá þegar ég krakki, þá man ég bara eftir því að ef einhver braust inn í ég bjó á Hálítsbraut í blokk og það var útvarpi, bílútvarpi, örugglega glænýju alpænu útvarpi stolið úr bifreið út á plani og þá mætir lögreglan og tekur er með svona svart púður og skoða fingraför og svo þjófnum náð og hann situr ábygglega skilorðs eða óskilorðsbundin dóm af sér heilan mánuð og bara skamm þú átt ekki að gera þetta og lærir af því og kannski verður betri og eftir betruna vist í fangilsi. Nú eru komin á þann stað að rosalega hjákátlegt og lítið dæmi. Í fyrra lendi í því að nágrann minn gómaði hjólaþjóf í götunni sem hafði stolið barnahjóli fyrir utan heimili mitt frá mínu barni og við gómuðum þennan hjólaþjóf og hleyptum honum ekkert í burtu og hann vildi náttúrulega bara ganga sinn veg en ég hringdi á lögreglu og lögregla mætir á staðinn og lögregla velti þessu fyrir sér og já það verið að stela barnahjóli já, bara skráa maður niður og svo máli bara búið og ég segi, hvað gerir það ekkert í þessu er ekki til að fyrirbyggja það að þessi aðili gangi á milli og sé að stela hjólum að börnum ég meina, getur alveg farið upp á stöð og lagt frá kæru og það gerist ekki neitt samt það er þetta viðhorf einhvern veginn það er þetta umburlindi að meðvirkni gegn því að fólk sé að brjóta af sér þetta hefur breyst frá ég á lítill. Ég bý í Hveragerði og þegar ég ólst upp í Hveragerði læsti enginn húsinu sínum. Nei. Læsti enginn bílunu sínum og fólk oft tók bara ekki einu svona lykilinn úr bílum hann var bara í svissinum Þetta löngu líðin tíð líka í góða Hveragerði að þar þarft að læsa húsinu og fara að sofa á kvöldin og bíluninum og þar fram til göttum og jafnvel setja hjólinn þannig að samfélagi okkar hefur breyst það hefur breyst frá því að ég var krakki og þú varst krakki og það er öðruvísi í dag fyrir börnin okkar aftur að þá lögreglan hefur verið undirmönnuð hér á höfuðborgarsvæðinu og höfuðborgarsvæðið hefur þanist út þannig að ég tel að það þurfa að styrkja verulega hér lögregluna hér á höfuðborgarsvæðinu en svo eru verkefni lögreglunar þannig, það er gríðalegt álag og þau þurfa því miður að forgangsraða verkefnum og þarna eru ofbeldisbrot og kynferðisbrot og annað sem verður og hefur verið sett áhersla á og var gert á síðasta kjörtímabili áhersla á að hraða málsmeðferðartíma þeirra mála þannig að lögreglan þarf því miður að forgangsraða verkefnum og eftir áhættu en
ég núna bara rifjast upp fyrir mér þegar að Giuliani var borgarstjóri í New York, þá byrjaði hann á því, hann sagði við ætlum að taka hart á öllum smáglæpum. Já. Við ætlum að taka hart á bara þeim sem leggja ólöglega, stöðumælasektum, þeim sem einmitt stela veski á konu út á götu og eitthvað svoleiðis, vegna þess að við þurfum að byrja á smáu og svo færum við okkur upp. Við erum kannski á þeim stað að við erum í stóru málunum og svo mætir hitt afgangi. Þannig að ég treysti lögreglunni mjög til sinna starfa og treysti lögreglunni mjög til þess að meta frá degi til dags hvar áherslan því að það bara því miður þannig. Við erum farin að sjá óvunum morð á Íslandi sem nýr veruleiki fyrir okkur og það algjörlega óásættalegt að bara á síðasta ári sjáum við 2 börn myrt og að því þú varst að tala öryggi barna áðan en nú það þannig að flest morð á Íslandi eða að þá eru þau oft skildra aðla og þetta hlut af því að búa til velferðarsamfélag þar sem að fólki líður vel og að allir geti lifað mannsæmandi lífi. Þannig að við búum heldur ekki til félagslega mismun eða aðra erfileika og að því þú nefndir líka þá þurfum við líka að geta gripið þá einstaklinga sem að mistiga sig í lífinu. Hvort sem það að stela hjóli eða þeir sem að leiðast út í neyslu að ég myndi vilja sjá okkur geta gripið miklu fastar utan unga fólki okkar sem að búið að selja þeim hugmyndina að því að reykja gras eða eitthvað að það sé bara sára saklaust og ekki ávanabindandi og eitthvað efni af íslensku gæðum og eitthvað önnur svona þvæla. Já og blessuð sveppatískan sílósípin eða hvað nú heitir. Já, ég held að við verðum að stíga mjög varlega til jarðar. Við getum við þurfum að hlúa miklu betur að því meðferðarstarfi. Við þurfum að hlúa betur að börnunum okkar. Já, það alveg. Og það þyngri tárum taki að hér til dæmis í ungum stúlkum mjög mikil notkun kvíðastillandi lyfja. Ég held að hún sé líka tiltölulega há hjá ungum drengjum. Það virðist svo vera sem að það sé eitthvað í okkar samfélagsgerð sem börnunum okkar erfitt. Og við sem samfélag verðum að horfast í augu við það og gera betur. Vegna þess að við byggjum framtíðsa lands á þessu sömu börnum. Það rétt. Ef við setjum þetta í aðeins ef við setjum þetta í stærra samhengi þá einmitt það að rækta garðinn sinn heiman, hugsa hann áður maður fyrir að vökva garð nágrannans. Þá það þannig að ef við förum aftur í löggæsluna, hún virðist lögreglan vera vanfjármögnuð. Ég þekki til rekstrar landhelgisgæslunnar og við gegnum mjög mikilvægu hlutverki í Norður-Atlantshafi að vera leitar og björgunar aðilinn á ansi stóru hafsvæði, 2 milljón ferkilometra ef ég man rétt og og erum ekki að gera það nóg vel. Þyrlurnar hjá gæslun ná ekki að reka sig, eru ekki með fullt viðbragð, alls ekki allan ásins hring. Skipin eiga ekki olíu á skúrin eða þannig en á sama tíma einhvern veginn maður sér að bæði hjá núverandi utanríkisráðherra Þorgerði Katrínu og líka flokkssystur þinni hennar Þórdísar Kolbrúnu að það einhvern veginn leiðum utanríkisráðherra á Íslandi í dag þá maður komin einhvern veginn í svolítið svona æsingaleik og langar held bara að koma upp í íslenskum her, setjum bara 2-3% af vergri landsframleiðslu og nú segi það sem sjálfur hernaðar einstaklingur eins og sonuðinn, eða ekki? Jú, hann var síðustu 2 ár hefur hann verið í herskóla í Bandaríkjunum. Já, og við þekkjum það ég og sonuðinn að sko að þú tækir til dæmis þessi 2-3% og erum með 150-200 milljarða úr að móða ársgrundvelli til þess að reka her, þá í raun og veru getur bara rekið eina skrifstofu og kannski einn trukk með einu biluðu loftskeyti, sko. Þetta er svo gríðarlegi fjármunir sem að þarf til
til samanburðar þá eru Amerikaninn, hann setur $900 milljarða árlega til verð þeim til hernaðar sem eru cirka ekkert annað land í heimi sem setur við líka ekki sem setur við líka og þetta við erum að tala um 120.000 milljarða íslenskar samanborið við 1.650 eða eitthvað sem er fjárlög íslenska ríkissjóðsins og og við erum með varnarsamning við Bandaríkin sem að við getum hallað okkur frekar á og ég bara já svo erfitt með að skilja þetta brölt að vera það er svo margt í lamassessi hér heima það er margt líka gott en það eru marga brotalemir ég ætla kannski ekki að taka svona þungt til orða og segja lamassessi en það eru marga brotalemir hér og af hverju eru svona upptekin að því að ég veit ekki, gera okkur breið í staðin fyrir að byrja á því að rækta eigin garð. Ég held að þetta snúist ekki að gera okkur breið. Ég held að þetta snúist öryggi og varnir landsins. Og nú var ég dómsmálaráðherra og þessi lýsing raunsönn sem þú lýsir til dæmis bæði lögreglu og landhelgisgæslu. Ég barðist mjög fyrir því að fá auki fé til landhelgisgæslunar og fékk það á síðasta ári en það var ekki nóg. Og okkar helsta vörn hér á Íslandi lögreglun okkar og landhelgisgæslan. Og við þurfum til dæmis að geta tryggt betur viðbragð bæði þyrlana okkar en líka skipana við höfum bara efna á því að vera með 1 skip á sjó í einu en við eigum 2 og ég held að við ættum til dæmis að byrja því að reyna að tryggja það að bæði þessi skip geti verið í viðbragði allan sólarhringinn ég hef líka verið talskona þess að við komum upp þyrlu gæslunar á Norðurlandi og ég held að Kristrún Frostadóttir sé nú búin að lofa því og það verði raunin en ég sjálf hef alveg talað fyrir því að við þurfum kannski ekki að stofna hér en eins og ég sagði áðan við þurfum að efla greiningagetu lögreglunar og við þurfum að efla sérsveit lögreglunar því að ég held að hún ætti kannski að verða helmingi stærri þannig að við getum líka þegar að koma upp alvarleg atvik að við missum hluta sérsveitinni til einhvers annars landsfjórðungs að við séum með viðunandi viðbragð hér á landi. Þetta breyttur heimur. Við búum við hryðjuverka ógnir og sem og ógnir svona hernaðarlegar ógnir annarra ríkja og hvað var það til dæmis eins og hryðjuverka ógnir og annað sem getur verið líka notað í stríðstilgangi að þá verðum við að gera allt sem við getum til þess að eiga viðbragð við því og við verðum að eiga viðbragð hér á landi ef til einhverjar hvað maður að segja, ef eitthvað hræðilegt hér gerist ég er alveg sammálar í því að við getum ekki fara að reka hér það held ég illa varið því fé en við eigum að styrkja lögregluna við eigum líka að styrkja lögregluna hringinn í kringu landið, við þurfum að styrkja landamæraeftirlitið bæði í Keflavík en líka í öðrum höfnum eins og Seyðisfirði, Akureyri og öðrum stöðum. Við höfum allar okkar varnir, þar byggjast á tvíhliða varnarsamningi við Bandaríkin og ég held að við eigum að hlúa að þeim samningi reyna að virkja Bandaríkjamenn hér eins og hefur bara verið í gegnum árin þeir NATO náttúrulega með öfluga starfsemi á varnarsvæðinu inn við Keflavíkurflugvöll og við eigum að vera í þessu öfluga samstarfi NATO og Bandaríkjanna ég gef lítið út fyrir allt tal það núna að Evrópusambandið ætlar að fara að tryggja varnir Evrópusambandið efnahagsbandalag, viðskiptabandalag og á kannski fyrst og síðast að einbeita sér á því og var náttúrulega stofnað eftir seinni heimsstyrjöldina til þess að búa til viðskiptasambönd á milli ríkja til þess að eyða konfliktum og öðru sem uppgæti koma á milli ríkja. Það er fallegt orð á íslensku sem heitir viðskiptavinur. Já, þetta er fallegt orð. Ég hef aldrei heyrt að sagt svona skýrt. Viðskiptavinur og við viljum eiga viðskiptavini í öðru löndum það liggur í orðana hljóðan að með því að við tvö eigum viðskipti að þá eigum við nánari samskiptum þá við það heldur en áður og það verður erfiðara fyrir okkar að ráðast á hvort annað fyrir vikið það er
Það er hérna Þannig að Evrópusambandið á einbeita sér af því að vera viðskiptabandalag og við eigum að sjá til þess að NATO sem varnarbandalag verði sterkt og ríkin sem að NATO standa styðji af fullum huga og þá meina ég líka hvað varðar fjármagn. Trump hefur verið mikið gagnrýndur vegna orða sinna og athafna í kringum NATO en það er margt sem má til sanns við að færa í orðum hans að Evrópa kannski hefur leyft sér á síðustu árum að ríki Evrópu að verja umtalsverðu fé til að byggja upp innviði velferð og annað meðan og hafa á sama tíma treyst því að eiga alltaf stuðning Bandaríkjanna. Akkurat. Og hann hefur bent á það að þetta gangi ekki lengur og núna erum við allt í einu farin að sjá stórkostlega uppbyggingu varna til dæmis bara eins og ég nefni Þýskalandi og Fraklandi þar sem að það er Pólandi og víðar þar sem er að hefjast umfangsmikil hergagnaframleiðsla, hvað sem okkur kann að finnast það en þá er allavega Evrópa aðeins að vakna upp af sínu þyrnirósa svefni að hún þarf að tryggja öryggi sinna borgara. Hérna, og þá komum við hérna inn sem svona eitthvað ólíkindatól en við erum náttúrulega ekki svo mörg og við höfum þetta ábúrslega góða tromp í hendi að við getum spilað aðeins súkkulaði og höfum gert það síðan bara frá því við erum súkkulaði frá hérna seinna stríði að við höfum hérna norðað þetta einhvern tímann aðmiráll í bandaríska sjóhernum að við verum stærsta flugmóðskip í heimi við höfum þessa hérna yfirhönd eða hvað maður að segja þetta spil úr að móða en að lokum, langar að spyrja það eins út í borgarmálin fyrst ég með formann Sjálfstæðisflokksins hérna hjá mér ég og mínir félagar höfum verið með þá kenningu í gegnum árin, síðar í ár Eru þið djúpriki? Nei, við erum bara svona við ræðum ýmislegt og höfum rauninni farið allir í gennum þetta sama ferli verið sem er heilbrigt að mínu viti að vera 15, 16 og 17 ára gamall helst eiginlega bara marxisti og svo svona í kringu tvítugt þá ertu búin að hlaupaður hornin og það frelsast alveg að lesta yfir því af Milton Friedman og Ayn Rand og verður öfga frjálshyggjumæður og svo með tímanu við erum allir onni fjölskyldumenn í dag þá erum við okkur búið að lærast að ekkert næst með einhverju algeri anarkíu eða þá verðum við bara svona eins og þú bara svona hefbundin hægri félagshyggju Þið talið félagshyggjuna þá það er smá skammarir þá er ég að tala velferðina það hefur alltaf verið kjöraður sjálfstæðismanna að við viljum velferð á Íslandi við viljum grípa þá sem minna mega sín við viljum eiga öflugt heilbrigðiskerfi menntakerfi, samgöngur og annað Við höfum breyst í þetta, vera svona old school sjálfstæðismenn og sem að ég tel að sína sjálfsögðu að því ég er það sjálfur þá er eina rétta leiðin en við höfum velt í fyrir okkur lengi með borgarpólitíkina að hvort það sé bara eitthvað svona þegjandi samkomla milli hægrisins og vinstrisins að við skulum leyfa vinstrinu að hafa borgina á meðan hægri fara að vera með landsmálin og við skulum bara við lofum ykkur við teflum aldrei fram neinum öflugum listum í borginni og við skulum alltaf tapa í kosningum í borginni þetta heldum við fram að í raun og veru kosningunum síðustu í landspólitíkinni að hvað er eiginlega frétta í borginni ég með tvær spurningar áttar sjálfstæðisflokkurinn sé ekki á því hvað borgarpólitíkingi hefur mikil áhrif á landsmálin og númer 2 er Áslaug Arna bara í svona undirbúningi út í Boston núna til að skella sér í borgarstjóra stól fyrst vil ég segja það að hefur aldrei verið eitthvað samþykki eða konsensus það að ríkjandi valdhafar í landsmálunum komi ekki að borginni ég held að sjálfstæðismenn í Reykjavík séu búin að vera mjög óþrifafullir mjög lengi og frústreraðir yfir því að við höfum ekki náð borginni og þú sér það að við vorum alltaf með borgina og Davíð Oddsson var borgarstjóri og við vorum líka að stýra landinu og svo framvegis Gullland Reykjavíkurborgar
heldur betur og það eru þetta bara nú get ég sagt þetta sem íbúi Hveragerðis en þetta höfuðborgin mín Já. og það gleymist stundum að við sem ekki búum hér eigum ekki lögheimili í borginni við megum líka hafa skoðun á borginni vegna þess að þetta höfuðborg okkar allra og sem slík að þá bera þeir sem henni stýra líka ábyrgð gagnvart mér sem og öðrum íbúum þessa lands. Mér hefur þótt algjör hörmung hvernig þessari borg hefur verið stýrt núna í langan tíma og aftur komum við að því bara þessu grundvallar hlutverki stjórnmálana það er að leysa þessi einföldu viðfangsefni fólksins í landinu að ég geti vaknað upp í Árbænum og keyrt í vinnuna ef ég er hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum og það taki mig ekki klukkutíma og á þessari leið geti ég farið með barnið mitt á leikskóla og ég komist aftur tilbaka kannski til míns heima og ég sé ekki með verksmiðju inn á svölum hjá mér kjötvinnslu eða eitthvað annað þannig að mér finnst skipulagsmál borgarinnar mér finnst þau algjör hörmung margt hefur verið gott og velgert já, mér langar til þess að nefna margt í miðborginni finnst mér alveg hafa verið velgert mér finnst hverfisgatan orðin skemmtileg og það er alveg þetta er svona, en þetta er ekki praktíski hlutir þetta er útlit, þetta er svona estetískt en aftur á móti til dæmis eins og miðborgin, mér finnst eiginlega búið að eyðileggja miðborginna og þessi köldu hús sem hafa verið byggð þarna á Hafnartorgi og þar sem eru svona módernísk og hæfa örugglega vel í New York en mér finnst þau köld í þessari borgarmynd og í framhalda Lækjagötunni þannig að það finnst mér nú ekki mjög fallegt en það er mín persónlega skoðun Pabbi sagði oft við okkur hann var að vesannast í sveitarstjórnarmálum alla tíð og hann sagði ef að þið farið í pólitík ef þið farið að stýra hér sveitarfélagi þá er ekki að hugsa neitt annað en skipulagsmál vegna þess að það eru ákvarðanir teknar sem skipta íbúa svo miklu máli og ákvarðan sem tekur á skipulagsviðinu að hún stendur kannski 200-300 ár þannig að ákvarðan í dag hún er svo áhrifamikil og afdrifarík þannig að núna er til dæmis þessi mikla þéttingastefna okkur í ósköpunum verið að byggja svona mikið af íbúðum sem að fólk vill ekki búi Já, og fyrir hvern spyr ég nú líka Já, ég segi það líka fyrir hvern okkur verið að byggja hér íbúðir við Gullinbrú og á að byggja hér á Keldnalandinu þar sem að þú átt ekki að komast heimtíðin nema gangandi eiga aldraði foreldri þínir af og amma ekki að geta komið í heimsókn áttu að ganga með 2 unga börn og sikurum handlegnum og innkaupapoka úr einhverju miðlægu bílastæði 400 metra í hvaða veðri sem er þetta gengur ekki upp þannig að okkur langar mjög til að fá tækifæri til að stýra borginni sjálfstæðismenn vegna þess að við höfum mikla samfæringu fyrir því að við munum bara gera það miklu betur og við biðlum til borgarbúa að treysta okkur í það verkefni hver mun leiða lista sjálfstæðismenn í borginni veit ég bara ekki það mun fara í gegnum lýðræðislegt ferli flokksins Áslaug Arna eftir sem ég veit að hún er í mjög spennandi námi í Bandaríkjunum og Áslaug Arna er frábær borgarstjóri ef að hún myndi vilja fara í það ég hef bara ekki hugmyndum hvað hún er að hugsa Hildur Björnsdóttir er líka frábær borgarstjóri ef að hún við eigum eða Guðlaug Þór eða hver sem það er sem að hafa verið nefndir til sögunar í þessu sambandi Sjálfstæðisflokkurinn hefur að skipa alveg ofboðslega stórum hópi af flottu fólki og þetta flotta fólk langar bara að fá tækifæri til þess að gera betur heldur en stjórnleysan hefur verið hér í borginni núna í allt á langan tíma. Þetta voru dýr orð. Ef þú værir ekki í stjórnmálum núna í dag, ef við gæfum okkur það að þú hefði bara setið á hliðarlínuna áfram eða þar segja, þú hefðir ekki tekið þetta skref og hugsa, heyrðu, ég Guðrún Hafsteinsdóttir ætla nú að láta til mín taka í stjórnmálum að þegar vantar svona fólk eins og mér sem er búið að gera eitthvað annað heldur en að vera í ungmennapólitíkinni værirðu þá ekki bara friðlaus? Værirðu ekki alveg jafn eldmóð og eldheit eins og ert núna í þessu viðtali? Sko maður minn hvarta stundum yfir því, sambilsmaður minn í dag að ég sé lítið heima og svona
og spyr stundum hvenær koma nú rólegu dagarnir, Guðrún, og ég er líka búin að segja þeir koma aldrei. Nei, því að ég er líka búin að hrella hvergerik á því að ég á mér þann draum að þegar að fer svona aðeins að hægjast og ég kannski hætti í þessari pólitík eða að ég á mig þau draum að enda starfsferil minn sem kirkjuvörður í kirkjunum minni Hveragerði. Okay. Og mér finnst það mjög spennandi svona framtíðarplön og kannski rætast þeir en ég hef nú verið þannig alla tíð frá því að ég bara var krakki að ég var valin formaður í bekkjaráðinu því ég var 12 ára og líka í gagnfræðaskóla og ég hef bara alltaf verið félagslega aktív, ég hef verið í stjórnum íþróttafélaga, ég hef verið sóknarnefndaformaður í kirkjunum minni Hveragerði og formaður Íslendingafélagsins í Þýskalandi og ég sækist í þetta. Þú sækist í þetta. Og ég mun kannski enda eitthvað stað sem formaður eldri borgara eða eitthvað slíkt en ég er líka bara alin upp í því að mjög sterkum og góðum foreldrum að ef að maður vill eiga gott samfélag og hefur skoðun á því, þá skuldi gefa þið að því. Þá skuldi ekki láta aðra skapa þá framtíð og þessna fór ég í pólitík. Ég ætla ekki að láta einhverja vinstrimenn skapa mér og mínum einhverja framtíða sína. Ísland sé farnins best sem Kúba norðursins í einhverjum sósíalisma vegna þess að ég hef enga trú á því. Og okkur hefur farnast best með því að lyfta einstaklingsfrelsinu, einstaklingsframtakinu og í krafti þess að hvetja fólk til þess að stofna fyrirtæki, láta gott að sér leiða, taka þátt á öllum stigum samfélagsins, hvort sem að það er atvinnulega séð eða félagslega, vertu tengill í bekknum hjá börnunum, farð inn í stjórn knattspyrnu félagsins hjá börnunum og þó þú eigir ekki börn. Vertu félagslega aktífur vegna þess að við erum líka svo fá í þessu landi að við þurfum að vera í mörgur störfum til þess að geta leyft okkur allt það sem milljóna þjóðir leyfa sér og við gerum þrátt fyrir allt. Við eigum ofboðslega gott samfélag, það getur orðið enn betra og ég vil gera allt sem ég get til þess að leggja mitt lóð á þær vogaskálar. Þú ert með marga hatt á hausnum, það er greinilegt og við þurfum að gera það Þú vilt láta þig kveða og hefur líka allt til brus að bera að gera það. Guðrún, þakka kærlega fyrir að koma í Sjónvarpið. Takk fyrir að bjóða.